Þessi þáttur í boði Popsmets frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði með piparduftið, klálega uppáldið mitt. Þátturinn líka í boði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur í nokkrum bragðtegundum, þar að meðal sweet chili sem svartibókin. Það ekkert snakk sem toppar hann, að mínum mati. Þátturinn líka í boði Subway, bestu báturinn í bænum. Subway selur líka salat og vefjur. Uppáhaldsbáturinn minn á Subway, það kaldur BMT og ég kaupi mér allavega alltaf 3 smákökur, þær eru það góðar. Og þátturinn líka í boði Sambíóana. Sambíóan reka 5 kvikmyndahús á Íslandi, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álabakka, Kringlunni og Egilshöll. Egilshöll, það uppáhaldsbíó mitt, ég fer oftast þangað, salur 1, það ekkert sem toppar hann. Ég vil þakka þessu fyrirtækjum kærlega fyrir stuðningin, ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta og horfa á Bíóblaðir. Endilega fylgið Bíóblaðri á Instagram, TikTok og Facebook og ef þið viljið styrkja Bíóblaðir, verslið við þessi fyrirtæki sem styðja þáttinn. Herðu, strákar, við erum að fara í nördalasta þátt sem ég tekið upp. Yes, let's go! Hann eiginlega byrjaði, þú veist, fyrir, hvað, 20 minnur síðan eða eitthvað. Já, og ég ætla að vara fólk strax við. Þessi þáttur mun ekkert beint snúast mikið bíómyndir. Nei. Ekki hjá mér, bara. Nei, ekki hjá mér. Fyrir geði. Erum við ekki allir að fara ekki í bíómyndir og fara í comics? Jú, þú veist, ef við viljum fá comic recommendations hérna setna meir í þáttunum frá moi, bara bíðu og hlustið. Þetta meira þannig þáttur. Þetta ARIA-approved validation svona. Alveg bara algjörlega. Það sem við erum að fara að gera, þetta þáttur sem heitir DC vs. Marvel. Og við ætlum að fara í eitthvað sem mig langaði að gera fyrir löngu síðan. Þegar ég byrjaði með podcastið, þá langaði að gera svona þátt. Ég held þetta líka til á YouTube, til eitthvað svona movie fights eða eitthvað. Það er að taka og þekkta karaktera og ímynda sér hvor myndi vinna í slag. Það var bardaði på líf og dauða. Svo kynnist ég náttúrulega Fannari, og hann nördöðars. Svo kynnist ég Ara, hann nördöðars. Hann hefur saman með og ég fæði á 2 timminn og við ætlum bara að láta DC karaktera berjast á móti Marvel karakterum. Einn á móti einum. Bíl. Einn á móti einum. Það er eitt sem ég sagði ykkur ekki fyrir þáttu. Ok. Ég ætla að segja ykkur núna í þetta. Holy shit. Við ætlum að búta mót í þættunum. Oh shit. Þannig að ég leti ykkur fá 16 matchups eða 16 fæta. Já. Sem ég sendi ykkur. Þið fengur tíma til að undirbúa það. Já. Svo sjá ykkur vinnur. Í hendarum. Og svo tökum við, þú veist, þess svo mun ég matcha upp núna í þættunum. Oh sweet, það var í bilun. Útsláttarkeppni. Ok, nice. Þannig að þegar við klárum þáttinn, þá er ykkur sigurvegari. Alla ekki bara hljóma geggja. Ok, en þið fengur tíma til að undirbúa þessa karaktera. Ég er strax búinn að finna sigurvegara. Sorry. Ég er bara, þú veist, þetta er bara mjög augljóst, ég veit hver vinnur, bara sorry. Ekki samt að segja nafni strax. Ari, þú líka viss hver vinnur? Já, svo svona, af öllum að það sem þarna, þá svona, það er alveg, það er big names. Já, það er mjög big names þetta. En ég sleppti Viljandi Súbmann. Já, Súbmann leðilegur eins og ég sagði það. Ekki leiður. Ég sagði hann er mjög OP. Hann er mjög OP og það er ekkert gaman að leika með hann, skilur við. Hann er svona, en bara svona smá prólog. Þú ert samt með eitt karakter sem er meira OP en Súbmann hann inni. En ekki segja hver það er? Nei, ég ætla ekki að segja hver það er fyrir bara, já, í endan, sko. Já. Þegar við veljum sigurvegarann, sko. Málega, ég ætla að útskýra aðeins á hann við förum í fætana sjálfa. Þegar ég bjóta til, að ég er með svona ágætistekkingu á teiknmyndasögum og ofuritsum, en það voru sumir karakterina sem ég var bara svona, því ég researchaði eftir að ég sendi ykkur listan. Ég var bara, fuck, þessi karakter er tölvöld öflur enn í Já, það var bara það sem ég fór, því ég var eitthvað að skoða bara, hvað, akkur þessi pitchaði við þennan? Þetta er bara sláttur. Já, það er stundum. Nei, sem er sláttanir, þannig að ég eru sko bara svona fluga sem bara svona og svona bókstaflega literally sko bara hey fuck dunk nögg ok þannig þið verðið að afsaka það nei alltaf bara ég er þetta skemmtilegt sko ég reyndi að hafa þetta svona eins 50-50 í gati þetta getur svolítið spennandi svo þið fóru eins og segja kynna mér aðeins betur fara aðeins dýpra í marga þessum karakterum þá væri bara svona shit þetta er ekki svona keppni þessi myndi pottit rústa þessum karakter. Ok, þetta var skemmtilegt. Höfum það þannig. Tökum bara fyrsta matchupið.
Við byrjum bara á Fannari. Hann segir mér síðan bara hvor myndi vinna annars slag. Já, má ég samt verið mig líka. Já, ég Fannar kom super prepared. Já. Svo, og kannski líka áður en við byrjum, þá ætla ég að gefa Ara tvær myndasögur bara alveg out of the blue sko og það ég kem aldrei með gjafir í podcasti heldur eða neitt svoleiðis Fannar fyrir það sem er að hlusta oh my god ég mæli líka með að fólk horfa hann þátt ég ætla mögulega að gera eitthvað svona skemmtilega svona grafík eitthvað svona setja myndakar þetta bæði lítur ekkert annað vel út samt ertu ekki að grínast? Já, Genuleit og myndasögur Genuleit og þú teiknaðir og illustritaðir allt og skrifaðir já holy smokes þetta skemmtileg sá, ég svo spennt fyrir hann ætlar að gefa út í rauninni bók já, senna planið var að gefa út þetta ár en ég klikkuðs og ég held að ég náði því ekki það má halda í vonuna en hún kemur pottið út á næsta ári hún kemur pottið út á næsta ári ok, ég laka til ég lofa næsta ári, ef hún kemur ekki út þetta ár þá lofa ég næsta ár og bara þú veist, ef þú sér mig út á götu og hún er ekki komin út þá máttu bara slá mig svona vel aftan í kollin sko. Já, næsta ári sko. Ekki þetta ári, please Ef það komið 2022 og ég hitti á götunni og þú ert ekki búin að gera það bara slá mig aftan í kollin Alright Nei, 2023 Hefur allt næsta ári þessi Já Ok, akkurat Förum við kíla á þetta Let's go Ég ætla líka að benda á að ég kom ég það vel undirbúin að ég er með 7 blaðsíður fylltar út Ég er eiginlega svolítið ashamed Ari, þú komst ekki með neitt. Ég kom ekki með. Ég ætla að opna bara my black log of knowledge bara. Ég er að vonast til þess að það sem ég er inni sé nóg, sko. Ari geymur upplýsingar á haustum á sér en Fannar með þetta á blaði. Ok. Fyrir það sem að hlusta, Fannar í Deadpool Ball og Ari í Superman. Superboy. Það á vel við. Superboy. Ég kom bókstaflega bara eins og Superboy. Já, vá, ég skammast mér núna. Já, ég tók ekki eftir Ég skammast mér að hafa ekki fatt. Nei. Ok, DC vs. Marvel. Já, DC vs. Marvel. Ok. Það er ekki skemmtilegt. Við vorum ekki bara búin að plana þetta, en ég er DC og Marvel. DC vs. Marvel. Þegar ég sá fyrst kom Fannar, svo komst þú í Superman, ég var svona, yes, Marvel og DC. Já. Það er geggjað. Þetta er geggjað. Báðir heimandir. Ok, reglur er einfaldar. Ég kem með eitthvað fætt. Sem þeim einhvern tíma til undirbúa einhver 2 karakterar þetta er bara maður á móti manni eða kona á móti konu life and death bara líf og dauða það er engar reglur en mér finnst ekki að segja segjum bara til þess með Darkseid eða eitthvað hann má ekki koma með herinn sinn með sér þetta er bara mano í mano já, þetta er bara 1 vs. 1 1 vs. 1 og annars er hún engar reglur og þeir með alveg byggjit á ef að þitt val er þessi karakter þá má þú koma með eitthvað hann gerði þetta í tegnmyndasjónum sem sýnir hvað hann öflugur eða eitthvað slags það þarf ekki að byggjast bara á bíómyndunum ein spurning það er samt líka skipt máli hvar þetta er hvað umhverfi það sem ég gerði var að ég hafði alla karakterina hlutlausa og þetta var bara eins og þeir bara væri dömpað á hlutlaust umhverfi sem er ekki með neitt sem getur bústað hæfileikanu nema þú veist ef þú ert með veður hæfileika það er það sem ég var að hugsa þá verður, það er eina sem þú getur gert þá verður það að takast inn í county ok, það er samanlega það gerir storm valid það er nákvæmlega ástæðan okkur ég var að hugsa hún er omega level threat hún getur líka ekki verið bara einhvern svona grá kassa annars er hún bara með vind skilur hún er ekki eins með vind þú þarft umhverf hún þarf að tengjast móðir jörg að vera með vind það er einspurning stutt bara samt við storm að hún stjórnar veðri gæti hún ekki líka bara stjórnað einhver eðimörk? Skiptir ekki máli hvað hún er? Hún skiptir eiginlega næstu engum máli. Nei, þessna vil ég gefa henni veðurhæfileikum. Svo þú veist, hún getur skotið eldingu, hún getur verið með rigningu. Já, hún var það. Það er hennar svona skillset. En allt svona sem tengist umhverfinu, þú veist, þetta er bara grey-black concrete, eða þú veist, bara steipa, þau eru bara steipið umhverfi og það er ekkert sem hún getur ekkert nota steipuna til að dundra einhverju steipuklumpum á andstæðingin, sko. Já, ég skilji. En hún getur notað allt hitt, sko, allt sem er, þú veist, í veðurkólfinu og allt það, sko. Það er regluna sem ég setti niður, sko. Ok. Ég er nákvæmlega, ég elska, ég fann á mjög svifum stað en það. Ok. Við þurfum að byrja. Ég er svolítið spenntur fyrir þessi. Vandarlega spenntur. Já. Ég er ekki með í þessu dóti.
Þú ert svona the puppeteer. Já. Ég valdi matchupinn og ég búinn að kynna með það eins. Já. En planið þetta útsláttarkeppni. Planið eins og fyrsti fætinn, þá byrja Fannar. Hann segir bara, þessi myndi vinna. Og hann rökstu það, svo við hans að það. Svo myndi ég spyrja þegari, en þá kemur eitthvað fljótt í ljós. Ef þú ert bara sammála, þá kemur það bara strax í ljós. Og þá bara höldu áfram. Já, ef þið eru sammála, þá skiptir engum máli hvað mér finnst, þá heldur sá karakter áfram. En ef þið eru ósammála, og þið ná ekki að sannfæra hvern annan, að þið kannski segir þú okkur karakter. Já, þá ert þú loka vóti. Já, þá segir ég, nei, ég held að þessi myndi vinna, þá það bara þannig. Ok, reglurnar skýrar. Þetta bara, shit, ég svo spennt. Ég líka. Bara hjartaðið byrju. Allir sem eru að hlusta eru bara svona, ok, let's go. Hættið útskýra leikreglur og eitthvað. Bara, þetta leikur að byrja. Byrjum þetta bara. Já, awesome. Einn DC karakter einu Marvel karakter. 16 fætar. Fannar, þú byrjar núna. Ok. Fyrsti fætinn sem ég sendi ykkur, þetta var ekkert einnig sérstaklega röð. Nei. Harley Quinn versus Black Widow. Ég gnisti með tönnum, ég svo spenntur að byrja. Ok, hvað með unnuna fætt? Svo sem vinnur, skrifaði ég Black Widow. Ok, af hverju? Af hverju er basically það að frá því hún var 10 ára, og fjölskyldan hennar drepin, þá var hún basically bara treinaður sem, lethal bara assassin, bara og hermaður. Og, ég ætla ekki að segja að þetta var ekki jafn fight, en það sem Black Widow hefur yfir Harley er reynslan. Og ég ætla að fara aðeins meira inn í myndasöguna, og það er bara að kveika takon. Verður þú bara, fæ ég núna bara eitthvað rant, bara eitthvað ræðu? Nánast. Geti ég og Ari bara farið? Liggur við. Sko, Harley Quinn, ég tek inn í það og hún fær Power Boost serum frá Poison Ivy. Það er kanon í myndasögunni. Já. Býtu, hvað er það eitthvað reglulegt? Hefur hún einu sem fengið þetta? Nei, hún er svona sterkari heldur. Já, hún er sterkari, hún er yfir, sko... Er hún nær Captain America heldur en Batman eða eitthvað fættið? Nei, hún er í kringu Batman levelið, sko, eða örugglega aðeins meira út af hún er, sko, líka resistant fyrir, eitri. Sem gerir hana helvíti deadly, sko. Og hún er með above average, superhuman fysík. Og Black Widow, hún fær líka serum sem hægir inn í aldur og gefur henni svipa power level. Svo ég gaf þeim bara jafnan grunn þar. En sem þýðir að þær eru mjög nálægt hvoraðari. En Harley... Ef við tökum styrk, þá er það svipaðar. Það eru svipaðar, já. Bara kraftana sjálfa eða styrkleika. En það sem Black Widow hefur yfir er að hún er búin að þjálfa síðan hún var 10 ára. Á meðan Harley Quinn var 5-leika kona og fór í sálfræði. Það er einu sem hún gerði. Hún er ekki með eitt svona trein? Nei. Hún er ekki með neitt treiner. Á meðan er Black Widow, hún var sko þjálfuð að Hermann í 10 ára, svo var hún stólin aftur og þjálfuð, fyrir Black Widow-programmið. Hún er þjálfuð frá 10 ára aldri. Svo gæla, hún er að fara að maffa Harley Quinn. Þetta verður erfiður fight, og það Harley Quinn er crazy, og hún er gáfuð. En Black Widow er bara með reynslu. Okay. Hvað segir þið? Ok, þetta er gott. Já. Þetta er góða punktur hann. Hvað segir þú, Ari? Erst þú sammálusu? Sko. Eða varst þú með Harley Quinn? Sko, going in, þá var ég að hallast að Harley Quinn, nefnilega. Af hverju? Og það er bara einmitt það, bara út af því að Harley Quinn er, hún er líka resistant við, sko, bara, beating og bara physical pain. Já. En svo er ég líka þar, sko, þetta fannst mér actually vera eitt af erfiðustu matchupunum. Já, þetta er svo jafnt matchup. Þetta er ógeðslega jafnt matchup. Takk, strákar, takk. Já, og því að Black Widow er svo líka búin að vera subdued to, bara torture sína, hún var 10 ára, skilur við, og í sumum adaptation þá var hún búin að vera miklu lengur í þessu, þá var bara svona síðan hún var 6 eitthvað crazy-natt, eins og í myndunum þá var hún eitthvað bara, síðan hún fættist hún inn í þetta prógram. Já, frá því hún var baby, skilur við. Og þá þetta er eiginlega, ég sagði til að byrja með Black Widow, svo talaði ég við litla bráða minn og við tölum eitthvað svona, fuck, þetta gæti alveg verið Harley Quinn. Nú er ég eiginlega komin aftur í Black Widow, svo ég er eiginlega sammálaður. Það er bara, því að við verðum að hafa það þannig að
in the end, þá reynslan náttúrulega miklu meiri. Það akkurat það sem ég hugsaði líka. Enda það sem ég hugsaði líka, ef við tökum Arsenali með. Þau með að taka með, það mætti alveg taka með þessu vopn. Já, það með að taka með þessu vopn. Eina sem ég gaf þeim þar að þú mátt bara koma inn með standardvopni. Þú mátt ekki koma með, þú veist, eins og Batman með shark repellent spray eða eitthvað skilur frá 90s myndunum. Já, Batman líka með öll vopna mot öll skilur í heiminum. Ok. En standardvopni hjá Harley Quinn bara einhver reist og sledgehammer, tré sledgehammer, á meðan og reyndar hún líka með bat. Já, bat, já. En hún með svona blunt weapons. Það standardið hennar. En Black Widow með byssu. Já, og grenades og flash grenades og þú veist, hún með, heilt utility belt af, hlutum sem geta actually bara, hún legit Marvel female Batman. En það þá ekki svolítið... Og hún level 10 shield agent. Og það tveir aðrir sem level 10 shield agent. Það Agent Fury og svo einhver sem heitir Quake, sem ég ekki alveg hverju. Sorry. Já, Quake gælan sem getur, þú veist, Tremors. Já, ok. Hún í Shield þáttunum, þau gerðu hana. En hún einmitt mjög OP. Tveir level 10. Ok, sem ekki tala báður í þessar saman tíma. Þau eru svo spennt. Við erum sammála. Já, það klart mál. Ari, þú komst náttúrulega með góðan punkt. Undir lokin. Black Widow með byssur. Harley Quinn með eitthvað sleggju. Og hún líka með meiri reynslu. Og Black Widow, þessu tölun líka maður, hún þetta launumorðingi, eigumorðingi. Það ekkert mál fyrir hann að skjóta bara allstar það sem að, Kilvan ekki eða Sledgehammer ekki. Og ég valdi Sledgehammer út því að mér varst Kilvan, bara, ef hún með baseball bat og hún gunfight. Það var eitthvað svo svart atriði í Birds of Prey, sáðu þið slagsmála atriði með það? Ég hef ekki hort á hana. Það mind-blowing slagsmála atriði. Á löggstöðinni? Já. Það ein ástæðan þegar þú ættir að horfa á þessa mynd, það eru slagsmálaatriðin. Þau eru epic fyrir utan endaslagsmálaatriði þar sem þau eru inn í einhverju tífólki. En það til dæmis, Harley Quinn, var þetta ekki með löggstöð? Jú, ég held það. Það barast við menn sem voru með byssur. Já, fucking pjúna. En þú veist, þetta eru óþjálfaði dúdda. Ég ætla samt líka að segja það. Það miklu auðveldra að berjast á móti fólki, mörgum einstaklingum sem eru með byssur, sem vil ekki skjóta konan heldur en að, þú veist, það fair point, það mjög fair point. Og by the way, ekki allir búin að sjá Suicide Squad? Jú. Fuck. Ef að segja spoiler alert Spoiler alert fyrir Suicide Squad. Atriðið það sem að hún í að koma úr fangelsinu og svo hún komin út og þeir eru að fara að bjarga henni. Ég var bara, þetta bara geðveikt. Já, það var svo cool. Og hún fekk the javelin og hún bara eitthvað, og svo, James Gunn, hann kann að búa til góða úrhættum. Hann eiginlega heldur svolítið Monopoly. Hann spila líka inn í það sem áhörundur vilja, þú veist. Og hann gerir pínu setup. Þú veist, fyrsta Suicide Squad myndin var bara disaster fuck. Já, algjörlega. En ég ætla ekki að tala mikið um Suicide Squad, af því ég ætla að gera eitthvað sérstaklega þá. Já, ok. Bjótt okkur. Ég er búin að ákvæða að gesta. Ég vil ekki segja hvað það er. God damn it! En það getur klikka. Ok. Erum við ekki bara sammála allir að Black Widow myndi? Black Widow, klart mál. Ég nefnilega held að það sé bara, ég hugsaði mitt með reynsluna, hún morðingi, en svo fyrir aðeins að pæla, Harley náttúrulega, hún klikkuð. Já. Og hún náttúrulega undir Joker, sko. En Black Widow búin að hitta alls konar klikkalið, hún vönmaður. Hún búin að vera bara, þú veist, á móti og megathrettum bara, og þú veist, hún í Avengers-liðinu, þú veist, gæðnir sem þeir eru að díla við eru ekki, sko, þú veist, þetta væri skýtlegt fyrir hann. Já. Er það ekki? Í blöðunum samt, það það sem ég hugsaði líka, þegar við varum svona pointur út, því í blöðunum hún ekkert eitthvað svaka mikið með The Avengers. Nei. Avengers blöðunum. Hún mjög mikið standalone út, hún fer út úr Avengers-samanum og hún á til að pynta fólk og eitthvað, sko. Hún pínu krei, sko. Þess vegna myndi hún badass. Hún myndi fokka hann. Ég myndi segja, í blöðunum þá hún actually, þú veist, miklu meira, þú veist, ruthless. Já, miklu meira. Já, og þú veist, ég myndi eins og hún svo var hún líka bara fyrir hann til Hydra agent, skilur við. Og svo var hún, þú veist, hún var triple agent, hún var double agent fyrir Hydra og svo triple agent fyrir Nick Fury, eitthvað fárlegt dæmi, manni hvernig það var, hvernig, ég er búin að, Ok, Black Widow vinnur. Black Widow vinnur. Það er bara, það er komið. Förum í næsta fætt.
Við getum alltaf gert þetta í 5 klukkutíma alltaf. Næsti fight, Ari, þú byrja núna. Ok. Næsti fight er Deathstroke versus The Punisher. Já. Mér langar svo að hvað ég segja. Já, sko, það er ekki á punktum þar. Sko, bara, fyrir mig, já, það er mjög mikið á punktum, en bara fyrir mig, og bara, þú veist, ég held að ég og Fannar séum vonandi sammála þessi, að Deathstroke er bara no way, skilur að Deathstroke tapi þessum fight, skilur. Já, þetta er bara overkill. Þetta er bara overkill döðars. Þetta er bara overkill döðars. Við erum að tala um það að Deathstroke er næstu betur en Batman og hann er með, sko, þú svo, við erum að tala um Arsenal sem að hann tekur inn og hann finnur ekki fyrir sásögu. Hann er resistant to pain. Bæði, ef við erum samlað, ef ekki þá bara, við fáum báður að tala um. Jú, bara pöðsum að við tala ekki allir saman. Ég veit ekki spenntir. Ég ætla að benda á tölublað sem heitir Identity Crisis. Já. Lesið það, númer 3. Hann berst á móti, sko, fucking heilu DC-liði. Flash, by the way, líka. Og Deathstroke er master tactician. Og hann maffar. Þetta, þú veist, þau eru sko, það er Satana sem er að berjast móti líka og hérna Green Arrow og Satana og hann er að maffa þetta lið. Ok, en leiðum Ara að klára þess. Já, sorry, Ari. Nei, ég segi það. Þetta er bara crazy. En hann líka, hann tekur Teen Titans any day, skilur við. En Teen Titans, eru þau eitthvað öflug? Þau eru fucking öflug. Þau eru með Cyborg og Beast Boy og þau eru með fucking Raven og Starfire er basically Captain Marvel. Nákvæmlega, basically, og næstu meira OP stundum, sko. Það er ekki að grínast. Og þú veist, og svo eru þau með líka, þú veist, þeir eru með Dick Grayson upprunalega, skiljur og hann er bara besti, hann basically verður Batman svo, þegar Batman deyr, að Batman fer. Þú veist, svo Dick Grayson er ekkert, þú veist, hann er fucking klár, en bara, þú veist, og hann er alveg fucking klár, en einmitt, hann bara Deathstroke er bara eins og, bara, hann er búinn að sjá allt fyrir sér, hann er búinn að lay out the plan, skiljur, og hann veit nákvæmlega hvernig hann á að immobilize alla, skiljur, og þú veist, það er erfitt að, þú veist, það er ándjóks erfitt að setja Deathstroke á móti Batman mér, því I actually don't know hvað myndi vinna, sko. Deathstroke á sens, út af Deathstroke líka, sko, hann með eitthvað sem heitir anti-H-metal og það er, þú veist, literally Marvel, það er búningur. Já, búningurinn hans, já. Það er, þú veist, það er basically Adamantium, alveg rétt. Nema, ef, þú veist, þetta anti-H-metal er bara, það er það crazy að ef það er infusað í þig, þá getur þú bara shape-shiftað málmennum í hvað sem þú vilt, sko. Og þetta er bara crazy OP. Og ég ætla aftur að kóta myndasöguna þegar Flash fer á mótornum, hann þú veist, sker hvað, Green Arrow eða Hawkman eða eitthvað, og svo bara leið og hann gerir það, þá tekur hann sverðið og setur það á bakvið sig. Og það hann veit að Flash er að fara að koma aftan að hann. Hann er búin að tacticiana það allt út. Og það er líka það, að það með hann Deathstroke er að þó að þú sett með super speed á hann, þá veit hann hvernig þú hugsa. Þú ert ennþá human. Hann er búin að plana allt sem þú ætlar að gera. Hann veit nákvæmlega hvar þú myndir koma út, hann er búin að predikta svo óbúslega vel. Þú veist, í myndasögun segja að hann notar sko 90% af heilanum sínum, en þú veist, við veitum að það er fakt lygi núna, og við veitum núna að við notum 100%. Já, einmitt. En þú veist, þeir eru basically að segja að þú veist, hann notar bara 90% meira brain power en annað mannfólk gerir. En er hann með... Það getur kannski nýtt meiri... Já, hann nýtir heila getur eða eitthvað. Já, nýtir 90%. Er hann með eitthvað svona ofurkrafta? Hann er fucking sterkur, sko. Hann er basically bara metahuman, sko. Já, og hann er líka með healing regeneration. Já, hann er basically bara high peak human, sko. Hann hefur verið stungin og fucking bara hann hefur næstu verið decapitated og komið eftir að... Já, ég skrifa, hann fekk serum boost frá hernum sem basically gera hann að metahuman, sko. Og hann er búinn að vera í hernum frá 16 ára, sko, og hann var efstur í flokki þar. En metahuman, það þýðir að hann er með eitthvað kraftið, ekki? Jú, það er serum boost, sko. Já, hann er svo Batman er bara maður. Já, hann er bara maður. Þannig að Deathstroke er tæknilega sér sterkar en hann. Þú veist, ef ég myndi pitcha Deathstroke á móti Batman. Það kannski kemur eftir, hver veit? Já, þú veist, ándjóks, sá fight væri, það er ógeðslega erfitt ákvæða út af Batman er með meira arsenal, sko, og Batman er líka master tactician. En við býðum aðeins með það. Já. Og nefnir því að þú sagðir um þetta, þú veist, það er grunnarsenalið. Grunnarsenalið hjá Deathstroke er meira heldur en hjá Batman, right? Myndi maður ekki segja það? Veit það ekki.
En Punisher með gott assa líka. Já, en Punisher bara með military greater. Og meðan Deathstroke með, þú veist, eitthvað NGH metal armor, skilur við. Og svo hann líka með sverð. Það með sverðið og þetta sverð getur skorið bókstaflega í gegnum bara, þú veist, steel, concrete, allt hvað þeir eru. Og ef að Wolverine myndi vera með klærnar sem á mótunum, þá myndi það með, þú veist, stoppa klærnar, skilur við. Út af þessu NGH fucking metal, út af það er betra en Adamantium. Ok. Er það betra? Já, ég held það út að DC þeir eru nefnilega berjast í Marvel. Þeir eru alltaf að reyna að one-uppa power levelið hjá sínum karakterum. Já, hafa þeir sagt að þetta er sterkar en Adamantium? Nei, ég er ekki viss með það, en þeir gefa, þú veist, þessu metal, þú veist, meira properties heldur en það fyrir alltaf eftir hvor gerður eftir á, hvor gerður fyrstur og svo er alltaf þú getur alltaf betur bætt, sko. DC og Marvel eru alltaf mikið að sömu karakterum sem eru bara svona og líka Adamantium hjá Marvel, þetta er bara, þú veist, þetta er einhver málmur, þú veist, það er engin properties nema að sjúa í sig, að absorba í sig hérna högg, þú veist, energy, það er eina sem það gerir. En er það ekki, en Vibranium er líka svipa? Vibranium er alltaf skjöldun og Captain America. Er ekki Adamantium og Vibranium, það er sterkast efnin í Marvel? Jú. Já, ok. Enda NTH eitthvað? NTH metal. Ok. Ég literally googlaði þetta NTH metal út að ég var ekki 100% viss með það, sko, ég bara varð að fá þess að líka þegar ég horfði á Deathstroke í Death Battle, það er ógeðslega skemmtilegt bara að fara inn á YouTube og bara þetta er allt inn á YouTube, bara Death Battles, þeir gera þetta og þeir eru snillingar, þessir gæjar sem eru meira með þá YouTube-seríu og þar fær maður ógeðslega mikið in-depth bara þú veist, greiningu á þessum görum á þessum gæjum, sko. En ok. Þar eiginlega kemur all mín vitneski hann Deathstroke, því ég var ekkert mikið að lesa blöð hann Deathstroke, því að, þú veist, let's face it, það er ekki frægustu blöðin í DC. Nei. Ég var búin að lesa eitthvað hann, ég vissi að það voru öflugur, en svo þess að segja, því ég var undirbúið þáttinn. Hann er crazy OP, sko. Hann er aðeins öflugin í hell. En ok, Ari, þú segir Deathstroke, og ég veit að Fannar segir Deathstroke. Punisher, á hann bara engan séns? Engan. Hann er bara overkill. Þetta var það sem við vorum að tala þetta er maur og þú bara þú veist, hvað ætlar hann að gera? Kasta einhverjum grænsum í eitthvað NTH metal armor? Þú veist, hann hefur ekkert. Ok. Og við erum líka að tala um það bara, þú veist, segjum sem svo að þetta væri bara fist fight og þá myndan bara, þú veist, leika sér. Allt armor eða neitt. Þú veist, gæinn myndi bara, hann er master tactician. Guðurinn fer á toe-to-toe við Batman. Þú veist, hann dílaði heilt DC-lið, Itsins lið. Þú veist, Guðurinn er ekkert lamb að leika sig við. Og meðan Punisher er að taka niður einhverja mobstert út af það, skilur við. Ok, þannig að hann á engan sér. Sorry, Punisher. Ég verð samt að segja, það er sumu gæjar sem ég þól ekki, það er þetta Punisher fandom. Þeir eru, Punisher aðdáendurnir eru ofbóðslega stökk, eða svona, ég hef allavega á netinu. Já, basically eins og Batman fandomi á mér, fyrir mér vinnur Batman allt, mér er skýt saman. En ég elskar Punisher. Já, ég líka. Ég elskar Punisher, en ekki to the extent að hann er bara svona, og því að ég þú veist, lesið eitthvað svona, ég verið online eitthvað, og þá kemur eitthvað, Punisher rústar Spiderman, ég hef svona, ok, slöppum alveg af. Punisher er bara ennþá gæi. Hann er bara normal human, bara í peak condition, eins og Batman, skilur við. Nema hann er í verra peak condition en Batman. Þannig hann er eldur líka. Já. Og Batman er líka með miklu meiri þjálfun. Batman er bara crazy OP sem human. Hann ætti að vera bara meta-human level, sko. Já. Ok. Og líka bara tala um það, þú veist, að Batman bara með miklu meira guts, skilur við, svo ég er að segja, fattur ég, ef Batman þú veist, svo erum við líka að tala um, þú veist, mental endurance. En við erum ekki að tala um Batman núna. Já, sorry. Fuck. Við erum svo æstir. Já, ok. Við viljum bara dífa inn í allt, segja allt. Þess er ég með punktastrákar. Ok, slökum aðeins. Já. Róum það. Ok, Deathstroke, 100%. Deathstroke, rústar þessu. Bara overkill. Þetta er bara ekki sénsur, Punisher. Já. Ok. Þannig að það er í rauninni, hvað, 1-1. Já. Af því að Black Widow vann, það er Marvel. Já. Og svo Deathstroke. Svona Deathstroke. Og það er DC. Hann rústar Punisher. Já. Þá er hann næsti fight. Og Fannar, þú byrjar núna. Ok. Það er Catwoman versus Elektra. Já. Hvað með það? Hvor vinnur það fight?
mér langar svo mikið að þessi Catwoman en bara, þú veist, faktíst sér þá Elektra þjálfari assassin, hún með low tier hypnosis power og mind jumping getur hoppað inn í hausina þér þú veist og svo getum við talað vopninu sem eru, þú veist, svona hnífar, heitir sæhnífar þú veist, sem þú veist, short range en hún líka með ninja weapon, út af hún þjálfari assassin svo hún með shuriken, svo hún líka sko far range og að meðan Catwoman stealth, hún þjófur og hún með svipur og klær mér langar að Catwoman vinni út af þú veist, physically, þá Catwoman sterkari en hvernig ætlar að berjast mútið mind jumping ability? Býtu, Catwoman sterkari? Já. Það? Já. Ég vissi það ekki. Ég vissi það heldur ekki. Í myndasögnum segja sko að Elektra getur lift sko 130 kílóum, Catwoman 200. Já, reyndar. Ég googlaði það. Það rétt hjá hann. Ég vissi þetta ekki. Kjærlegin, sko. Það munar. Svo að þú veist, ég myndi segja þá að Catwoman væri hraðari, sko, og þetta bilaður fight. En... Já, þetta jafnfight? Nei. Út af því að Elektra með mind jumping ability. Hvað það? Hún bara hoppar inn í hausinn á Catwoman, leið hún sér hana og hoppar fram á hússtæki. Þú veist, sem Catwoman. Þetta mjög einfalt. Hún getur stjórna þess að. Já, hún bara hoppar inn í hausinn og Catwoman ekki með það sterkan hug að hún geti resistað þetta. Út af því að, þú veist, Catwoman hefur aldrei að minni vitnesku dílað við hypnosis powers. Þú veist, eða psychic abilities. En ég veist ekki að Elektra með eitthvað svona... Já, þetta crazy. Professor Xavier kraftaði eitthvað. Já, þetta samt low tier. En það nóg til að vinna Catwoman. Já, það myndasaga, það sem hún hoppar inn í einhvern gæja og akkurat lætur hann drepa sig bara út að hún mindjumpað inn í hann. Þú veist, það bara unfair ability á móti... Þannig að þú segir Elektra? Bara, sorry. Ég vildi óska Catwoman myndi taka það og þú veist, það væri alveg scenario hún geti tekið það, en ekki í þú veist, gráu umhverfi, skilur við. Það sem þær fara bara toe to toe. Ok, Ari, hvað segir þú? Já, on a rooftop, í Gotham City, þá væri þetta annar leikur, sko. Nei, ég held samt sem aðar, þó að þetta væri mitt on a rooftop, skilur við, Gotham. Þú veist, þau eru bæði náttúrulega svona götu rats. Já, og líka, þú veist, Elektra sér hana, mind jumpa og bara hústæki. Það ógeðslega erfitt að fara á móti því, sko. Já. En ef þú tekur það, segjum við tækið það. Tækið þið burtu, Catwoman nætti bardaðan allan daginn. Ég er ekki sammála. Ég held nefnilega, ok, ef við tölum núna svo... Hún physically sterkari. Hún getur verið physically sterkari, en við erum að tala nýkjum það að, ok, hún þjófur, hún ekki með nákvæmlega sama training og við erum að taka það náttúrulega inn í þættu. Elektra náttúrulega assassin, sko. Elektra hefur líka verið trained from early birth, eins og allir þessi gæjar sem eru trained assassin. Það enginn sem bara eitthvað svona, I started when I was 20. Ég ákvað að vera trained assassin inn á 30, sko, bara, hey, wow. Það enginn þannig, nema kannski, þú veist, einhverjir svona low tier Batman-villans sem voru bara eitthvað svona, þú veist, mér langar allt í nú bara að byrja að drefa Batman. Það ógeðslega mikið af þeim. En Elektra fer líka á móti erfari fólki. Anstæðingum. Hún berst á móti Kingpin. Hún berst á móti Daredevil. Þú veist, og hún alveg vinnur Daredevil á nokkrum occasions. Til hlakka mig til þegar við tölum Daredevil, ég mikið að segja hann. Ok. Og þú veist, hún með meira lethal vopn. Hún getur kastað, þú veist, throwing stars, hún líka ranged, þó að Catwoman líka ranged og með svipinu sína og hún rosa mobile með svipinu sína, hún getur snögg, hún getur farið, þá í raun og veru bara verðum við með að segja að út í að við erum búin að taka reynslu inn í faktorinn mjög oft Já, ég sammálaði það, ég breytir skoðun. Að ef við tökum mind-jumping, þótt mind-jumping-kraftinni væri, þá ég hugsaði mig bara Elektra all day, út í því að í blöðunum og þú veist líka náttúrulega í myndunum, þá Catwoman bara svolítið svona romance-típan. Já, fyrir Batman. Bara, hey, hello pretty boy. En ef við myndum sem segja Elektra, fyrir að steldi þessu eða Catwoman fyrir að steldi þessu þá Catwoman alltaf allan daginn sko. Maður má ekki gleyma því að Elektra
er morðingi. Já, hún er bara, hún er ekkert næs, sko. Nei. Hún er alveg, hún er hardcore villain og meðan Catwoman er anti-hero, sko. Mér minnum mér þess að líka lása í bókina Enemy of the State, þegar Wolverine verður svona heilaþveginn og... Nei, kannast ekki hún er heldur góð. Það býður hvað það? Býðu. Ég er með penna, Enemy of the State. Enemy of the State. Hún er kannski, ég man ekki, 14 ára gömul eða eitthvað. Já, svona þykka bók. Mark Millar skrifaði hana, minnum að lögregla. Þar er henni Wolverine heilaþveginn og hann fer á móti góðu gæðan. Hann berst við með Daredevil og eitthvað stóra karaktera, líka minn með Mr. Fantastic eða eitthvað. Og þar er Elektra alveg grjóthörð í þeirri bók, sko. Þannig persónulega myndi ég alltaf skjóta á Elektru. Já, því mér, ég held að það verði, ég er meiri Catwoman fan. Sorry. En reynsla, þjálfun. Ég veist það, ég er bara nákvæmlega eins með Fannar. Ég er super mikill Batman fan og ég er ógeðslega mikill Catwoman fan líka. Ég var bara svona... Þið langar langtæminni. Ég var að reyna að finna eitthvað sem að Catwoman gæti gert. Þess að það var ég bara, hún er með meiri physical strength. En ég held að það myndi ekki beint skipti það með máli. Nei, það er reynslan skipti meira máli. Reynslan segir alltaf meira. Og eins og Ari kom inn á, Elektra er búin að berjast á móti sterkari andstæðing. Og hún drepur, skilur. Hún er treynuð í að drepa. Þannig að hún fengi það mission bara, þú verður að drepa Catwoman. Ég held að þetta er pínu svona Deathstroke versus Punisher dæmi. Sérstaklega, þú veist, þú gefur henni full boost af mind-jumping powerum og þetta er bara overkill. Þetta er smá overkill líka, já. Ok, fyrir mig næsta. Elektra vinnur þetta. Hún heldur áfram í þessu litla móti okkar. Það var 2 fyrir Marvel og 1 fyrir DC. Það er rétt. Marvel komið 2 stig, DC 1 stig. Ok, Ari, þú byrja núna. Ok. Og þarna er ég með Batman versus Daredevil. Ég er svo mikið að segja þetta. Ok, leiðum Ari að klára fyrst. Bara eins og leifunum að byrja. Fannar svartur. Ok, Batman og Daredevil fara í slag. Þetta er bara líf og dauða. Já, ok, sko, ég hugsaði, því að ég bara elska Batman. Ég er búin að lesa næstu allt sem Batman er búin að gefa út. Ég var ekkert mikill Daredevil fan fyrirfram og ég fór að kíkja aðeins að Daredevil og það er alltaf búin að horfa á Netflix þetta. Já, ég var búin að horfa á Netflix þetta. Þeir eru alveg fínir. Seinasta serían fannst mér vera best. Já. Bara svo við höldum smá svona bíó inn í þessu. Smá sjónvarpsþátta. En sko, Batman, hans training með það að líka ekki gefa frá sér hljóð. Við verðum að, þú veist, við verðum að áttugur að því. Daredevil er blindur og hann er disabled á faktor og það eru til instances í blöðunum hans, þar sem að það eru til ninjur sem að gefa ekki frá sér hljóð og hann fokkast upp. Hann bara getur ekki, hann bara höndlar það ekki og þær hafa alveg unnið hann og Batman er betur en þessar ninjur. Af því hann er ninja sjálfur. Af því hann er ninja sjálfur og þú veist, það er svo við getum talað upp öll martial arts í heiminum, skilur. Hann er búin að læra þær allar. Það er bara steitað í blöðunum, hann er búin að læra allar bardagalistir sem heimurinn hefur bjóð. Hann bara ferðaðist og lærði allt. Og svo erum við líka að tala um það, þegar hann joinaði The League of Assassins, Ra's al Ghul, skilur við, það eru Ra's al Ghul gæðnir, eins og Talia al Ghul gæti tekið Daredevil út í því hún býr við sama dæmi. Og því það er bara því miður, bara at the end of the day, þú veist, þó ég vildi segja svo að Daredevil bara fær allt í hún bara sjóninu sína aftur baka. Og líka, þú veist, Sonic Hearing. Já, Sonic Hearing, dæmið allt það. Þá á hann ekki séns. Þú veist, við erum ekki eins og að tala um vopnabúr. Nei, já, við erum ekki eins og að tala um. Hvað er þetta sko með þrolla vopnabúr? Og út af því að hann er með sko fucking Superman slaying suit sem er kanon í bæði myndasögunum og kvikmyndunum og þá er það eitthvað sem hann hefur aðgang að í þessum bardaga. Bara sorry. Hann getur bara hringt í the Hellbat líka svo bara, þú veist, það er líka kanon. Já. Hann er næstíð með bara sterkari sútheldur en sko Iron Man. Já. Veist, hann gæti hringt í the Hellbat. Hvað er það? Hellbat? Hann fór, þú veist hvað the Hellbat sút er. Já, ég kannast við það. Hann fór til Doomsday í Apocalypse í þessum búning og reyndi að berjast móti hann toe to toe.
reynda berjast en þú veist, svona Gaurinn samt búin að fara toe-to-toe við flesta þessi gæja, þú veist, þótt að Superman hafi kannski haldið aðeins aftur að sér þegar hann barðist við hann í Super Slaying sútinu sínum á var þetta fucking harður bardagi ef það hafið lesið Frank Miller myndasöguna hún crazy. Ok, Ari, þú segir það Batman. Já, Batman, það verður bara Góður rökstuðningur. Þú þurftir alltaf að koma með vopnabúr hans. Nei, það er bara mitt þetta dæmi bara að Daredevil er bara blindur og það er vel known að Batman getur alveg vel ekki gefið frá sér hljóð ef hann vill það, skilur. Og líka því hann er tactician líka. Og hann myndi alltaf bara undirbútt og hann myndi bara vita okkur Daredevil. Hann er Deathstroke level tactician. Já. Þannig ok. Ert þú sammála þessu? Bara allan daginn, þetta er bara svo gott kvót, bara því miður er Daredevil blindur. Og það er bara ekkert sem að geti gert. Bara sorry. Við erum ekki að hlæja blindu fólki. Nei, við erum að gera grína Daredevil sjálfum. Við erum að tala bara að af því að þú ert að vera berst til Batman, þá því miður, þá er þetta mínus í slagsmál upp á líf og dauða. Og þú veist, Daredevil er samt ekkert lamb að leika við. Hann er OP, sko. Hann er góður. Hann hefur farið toe-to-toe við Spider-Man og allt, sko. Algjörlega. En hann er ekki Batman. Nei, og þú veist, hann er bara með bara peak human abilities og svo er hann bara með Sonic Hearing sem er, þú veist, fucking awesome sem gerir tæknilega sitt Daredevil ef við ætlum að tala um karaktersköpun betri karakter út af því að hann hefur svo mikill að ströggla við. Já. En ég svo líka fyrir mér ef að Batman er berst við hann þó hann get ekki bara svona ég get ekki gefið neitt hljóð frá mér. Já. Er hann ekki pott bara með eitthvað í Batcave sem að býr til eitthvað svona EMP Já, hann er líka, en hann er með hann er með í búninginu sem þið getur það er gert það, sko. Sem getur gefið frá sér eitthvað hljóð eitthvað sem og trublar þetta radar sense eða hvað hann er með hann Daredevil. Ég meina að hann er náttúrulega, þú veist, Bat Sonic dæmið, það sem hann gerir, bara hann gerir, þetta er það sem ég gerði í Batman 1 og 2 í hans Christopher Nolan. Það er notar hann Sonic Batman dæmi og það er eitt af hans það er alveg svona kanon. Eitt af hans vopnum. Jafnvel þótt að Batman þurfti ekki nota vopnum sín og Daredevil sæja hann. Það er bara alltaf mikil munur á reynslu og hæfileikum. Þú veist, ég skrifaði hérna hjá mér kann mikið í að berjast. Pabbi var boksari og læri síðan fleiri bardagalistir seinna meir. Það Daredevil? Já. Það er stikk. Já, stikk, já. En þú veist, það er eina sem hann lærir. Hann lærir ekkert meira, og meðan Batman er bara eitthvað, hey, I got money in cash, ég ætla bara að ferðast út heiminn og ég ætla bara að, þú veist, get all the knowledge. Hvor er sterkari? Ef við tökum bara physical ability. Backpressu, kemni. Batman, já. Það? Já, út af því að, sko, Batman er svo veist, sterkasti normal human í DC ever. Það? Já. Er hann sterkasti bara vennileg maður? Já, bara sterkasti vennilegi maðurinn í DC. Það er bara þannig. Ari, tekur þú undir það? Já, ég tekur undir það. Bara, þú veist, ef hann væri í krumlu við Daredevil, hann myndi samt rústa honum. Já, ég held að, ég get allavega ekki fundin í DC sem að er ekki human, skilur eða, þú veist, ég meina, ég þekki nokkru sem þú veist, það eru klárlega einhverjir sem hafa mitt fengið þetta serum og eru þá sterkari, skilur. Við erum að gefa Deathstroke færi á það, út af því að hann er master tactician, hann er með svo gott arsenal og hann er líka með super serum sem gerir hann svipasterkan á Batman. Já. Þú veist, það er crazy. Ok, þannig að Batman tekur Daredevil. Já. All day. Bara, þú veist, svo er það líka bara þannig, þú veist, bara Batman er bara besta overhitja í bara DC. Sorry. Hann er það bara. Ég veit upp á svo til mín. Já, upp á svo til allra, held ég. En ég vildi ekki láta að lita samt. Nei, já. Það er svo erfitt. Batman er bara, þú veist, hann er OP. Já, ég sá fyrir mér allavega líka bara, hann myndi undirbúið sig það vel, að Daredevil ætti ekki séns. Ok, Batman vinnur, nice to fight. Er þetta skemmtilegt, strákar? Ég er að reyna að hægja á hvernig ég tala. Fannar á aldrei þess næstu. Já, og það ég er að öskra í mækinn. Ok, við skulum slaka það svo. Já. Þú varst að drekka líka orkudrykka á hana. Já, ég torkaði monster fyrir þetta. Þú ert hyper. Ok, næstu fight. Veistu hvað við þurfum svona? Við þurfum Doritos til þess að fara í. Fáðu þetta Doritos? Já, herru. Strákar, svartan Doritos. Áður, en við förum í næsta fight. Þá þurfum við hérna að fá okkur eitt svartan Doritos bita. Eina sem biðum ekki smjatta alveg beint í mækin. Ekki hérna.
Þetta ekki ASMR þáttur. Og ef þú ert að borða, ekki þá líka að reyna eitthvað að tala eitthvað í mæk. Ok, svartur Doritos, verða eitthvað góður. Þetta líka upp á snakkið mitt. Já, svartur Doritos langbest. Elskar svartan Doritos. Þess að fyndi, fyrst var ég alltaf svona bláu Doritos. Já. Svo smakkaði ég svart, ég bara, oh my god, þessi langbestur. Ok, næsti fight. Fannar, þú byrjar núna. Ég þarf að klára að borða svarta Doritos. Sorry. Við skulum vera róli. Svo gott. Við skulum vera róli. Ok. Lex Luthor versus Tony Stark. Já. Það er ástæða fyrir ég sagði ekki versus Iron Man. Já. Þetta var flóknara en ég bjóst við. Ok. Lex Luthor er gáðari og hann er búinn að takla Superman oftar en einu sinni. Svo Lex Luthor er powerhouse. Ég ætla bara að byrja að segja það. Og ég átti mjög erfitt með að ákveða hver myndi vinna. En ég gaf Tony Stark titilinn. Þú heldur að Tony Stark myndi vinna í fight? Já, ég sammála. Og það sem ég gef Tony Stark yfir, það er að Tony Stark er með meira arsenal og hann er meira trendsetting í að búa til overbúningana, Iron Man suits. Og meðan Lex Luthor er basically bara einblinn á Superman. Svo að vopnin hjá Lex Luthor eru meira targetuð á Superman. Á meðan Tony Stark er betri mechanic, lélegri í viðskiptum. Ef við verðum að fara í viðskiptasend, þá myndi Lex Luthor vinna. Hann myndi kála honum, þú veist. Lex Luthor var the forsetin. Já, akkurat, þú veist, ef þau myndi tefla eða eitthvað, þú veist, allan daginn. En bara toe-to-toe bardaga, bara, þú veist, suit versus suit. Af því hann á búning líka, hann Luthor. Já, ef það er suit versus suit, þá á Iron Man allan daginn. Lex Luthor getur reynt að strategja þessa eins mikið og hann vill. Tony Stark er ekki það mikið á eftir honum. Tony Stark er líka genius level. Og bara Tony Stark er bara með betri Iron Man suit. Það er bara þannig. Bara sorry. Og því að líka, svo því er nákvæmlega samlega, og því að Lex Luthor líka, eins og þú sagðir, sem er mjög gott point, hann er bara með hnit með að bara að, þú veist, og suitin, þú veist, þetta er kryptonite suit. Já, akkurat, hvað ætlar hann að gera? Ætlar hann að stinga Iron Man suitið með einhverju kryptonite sverði eða? Já, þetta er bara useless. Og þú veist, einhvern kristallega, leiðu það aðra klára. Nei, ég er með hann. Nei, en þú veist, það svo er líka til, því að við förum út í þetta, hann er með, í endanum á Iron Man peak level, Iron Man suitið, sem hann á, er nanotech suit. Og það er eiginlega ekki hægt að vinna á það. Það er ekkert sem að Lex Luthor á sem að getur unnið á nanotech suitið hans Iron Man. Ég veit ekki hvað það heitir eitthvað ákveðið. Ég hefði átt að vera með bók og skrifa það niður. Ég manna það ekki. Nei. En þar getur hann basically, þú veist, þú sást í Infinity War að þú veist, nanotech suitið sem hann notaði þar, skilur, var næstu að fara toe-to-toe með Thanos, skilur, og hann gat... Góð punktur. Já, en nanotech suitið í, Hasablöðunum, þá gat hann unnið Thanos. Já, þannig að ef hann er berst undir Luthor, það væri eiginlega eins og við kenn. Já, og svo er það líka, hann er með The Iron Army, sem að, þú veist, og hann getur bara... Nei, hann má það ekki, ég má ekki nota það. Já, og þeir eru báðir í svona concrete box. Já. Hann mætti ekki kalla okkar að 20... Nei, ok, hann má ekki það, ok, já. En þá myndi hann bara velja mest OP búningin sinn og þar sá búningur getur næstu gert allt og hann getur líka farið inn í aðra búninga og hakka þá. Og þetta er eiginlega næstu AI intelligent, svona super AI intelligent Jarvis machine sem getur farið inn í, skilur, annað mechanical stuff og bara shutta það down. Allt sem að rennur á electricity eða einhvers konar power source. Það hljómar svolítið sem þetta er rúst. Þetta er eiginlega rúst fyrir mig. Bara ef þetta er búningur á móti búningi, bara sorry. En ég er samt að sammála því að Lex Luthor er klárari. Ef að Lex Luthor og Iron Man myndi ekki fara í suit battle og bara vennileg fistfight, þá myndi Lex Luthor kála honum og því að Lex Luthor er miklu sterkari og actually með, þú veist, því að bara fucking ógeðslega góður í að berjast líka for some reason. Bara, er Luthor góður að berjast? Já, Luthor er geggja góður að berjast. Skiptir ekki máli hvers konar Tai Chi hann Iron Man er með, skilur það bara Lex Luthor, bara þú veist, hann actually getur kýlt. Lex Luthor er næstum því, hann er fucking sterkur, hann er bara ógeðslega sterkur. Ef við tökum, þú veist, bardaðarislu, gaurinn er búin að berjast við Superman, þú veist. Það er bara...
En þið viljum meina það, því þeir hefðu náttúrulega aðgang, við erum ekkert að taka af þeim búningana. Þegar Iron Man er með sína, eða Tony Stark er með sína búninga og Luthor með sína, eða sinn. Þannig við verðum að leyfa okkur það að þeir fari í búningana sína og berjist þannig. Já, það verður að vera þannig. En Iron Man vinnur það samt. Iron Man vinnur það og því hann er bara með betra arsenal. Lex Luthor í næstu öllum öðrum aspects myndi ég segja að myndi vinna. Já, bara þú veist, ef þið ætlaði að fara í viðskiptabattle eða eitthvað, hvaða fyrirtæki kemist upp best, Lex Luthor. Takk, Lex Luthor. Bara allt annað Lex Luthor. Hann er bara sjúklega klár. Já, þú veist, ef þetta væri, þú veist, real life heimur sem þeir væru bara, þú veist, og fengi að plana, Lex Luthor myndi kála Tony Stark. Já, ég held það er líka. Tony Stark ætti ekki séns, og það hamdir náttúrulega þróa á vopn til að countera Tony Stark. Hann hefur aldrei átt þann. Ég held einmitt nákvæmlega, ég er mjög sammálaður, en ef að Lex Luthor og Tony Stark myndu alast upp samheim og þeir myndu fara í keppni og myndu actually reyna að drepa hann, Lex Luthor í endan myndi vinna og með hans assets og með hans dæmi og þegar Lex Luthor líka segja svo, ok, við megum kasta öllu inn, Lex Luthor með allt sitt og Iron Man með allt sitt. Já, hvað er með huga? Og þegar Lex Luthor á líka supervillains inni hjá sér sem að gera bara allt sem hann segir bara payroll en hann mætti náttúrulega ekki en þú veist þá ertu komin út fyrir einn og þá getur Tony Stark náttúrulega komið inn bara með The Avengers hann getur það já, hann getur komið bara þá ringi ég bara í Hulk þú veist, ég ætla bara að fá Hulk og Thor bara eitthvað dandalast með mér bara gangið þið vel þannig við verðum vel off á það Luthor getur ekki gert það en hann er rosalega klár hann er bara en haldið þið að fólk í dag að því að Tony Stark er svakald nafn út af Marvel myndunum og við höfum ekkert fengið almennilega Luthor í myndunum uppáðs Luthor minn er Michael Rosenbaum í Smallville mér varst hann flottur ég hef ekki hort á þess að þetta nei, en hann er skemmt þeim ég held ég að það er 10 ára Ari er aðeins yngri ok, þeir eru góðir en hann var flottur allan þar en haldið þið að fólk sé svolítið að vann með þetta Luthor? Já. Ég ætla að þekkja þenn ekki almennilega. Svo mikið. Upp á hvað hann er klár? Þetta er aðal villain Supermans. Já, og hann líka næstu aðal villan DC heimsins. Já. Lex Luthor er bara big bad. Ég meina, Lex Luthor er á councili með honum, Vandal Savage, með fucking, þú veist, öllum, veist, minna, Lex Luthor, Sinestro í DC heiminum hefur massíft mikið, og bara allir sem eru vondir kallar í DC heiminum hafa respekt fyrir Lex Luthor. Mér er þess að Darkseid hefur, og Lex Luthor, ég ólst upp að sjá DC Justice League þættina. Sáðu þið Justice League þættina? Er það teiknimyndþættir? Teiknimyndþættina, já. Nei, ég man ekki að segja. Ég hef alveg hort eitthvað á myndunum. Já. Þar var það Lex Luthor sem að fór með honum gæjanum á sætinu sem er eins og ég held að hann heiti The Observer að fer sérst með honum The Time Chair right í DC heiminum Batman fær að fara í þetta okkur er ég svona léleg með nöfn allt í hennu þegar ég kemur á þetta podcast þá bara svona fíkur allt svona Það tala Vision? Nei, Vision var ekki með Time Chair hann er basically hann verður svona New God og hann fer með þessum New God at the end of the galaxy og the New God fleir honum inn í þetta og það er bara basically svona in a trillion billion chance að manni lifa af og því að at the end of the galaxy er the anti-life equation og Darkseid er alltaf að leita og Lex Luthor kom með það til Darkseids og líka point Darkseid er New God Já, þú vilt meina það að Darkseid það fengi eitthvað respekt, wow, hann kom hérna með anti-life equation. Og Darkseid og Lex Luthor í því, þar þú veist, þar basically, Lex Luthor bjargaði heiminum með því að gera þetta. Og því að Darkseid var búin að vinna alla, og búin að vinna Superman, og búin að bara basically taka yfir jörðinu öllu, og bara farin að taka yfir öllum heiminum, og lafa Lex Luthor sem bjargaði heiminum þá. Og því að hann gaf hann því anti-life equation og þá hvarf Darkseid. Já, og það anti-life equation er basically reality bending dæmið, sko. Já, svo finnst mér að ég að lesa ykkur á bók, ég las bók. Hvað hét það? Það var eitthvað það sem að Lex Luthor, hún er ekkert það gömul, kannski 5 ára eða eitthvað. Það sem að Lex Luthor
stofnaði eitthvað líka svona, hann var leiðtói á eitthvað svona, eins og Justice League allt vondigaurar Já. Og hann var leiðtói, sko. Þannig að ég elska Lex Luthor. Ég líka. En Tony Stark, hann myndi vinnan. Já, sorry. Til því miður. Ok, þetta svolítið jafnt svona DC og Marvel. Já. Býtu, hvað staðan núna? Sko, Marvel með 1, 2, 3, 3, 2. Já. Ok, næsti. Ari, þú byrjar núna. Shit, svo gaman maður. Já, ég að deyja, sko. Ég held samt að ég og Fannar séum örgulega sammála á flest öllu, sko. Já. Ok, Ég held að getum við einn bardagina þar sem við getum ekki verið sammála. Það kemur ljós. Já. Það kemur ljós. Ok, Ari tilbúin. Já. Deadshot Ok, já. versus Bullseye. Deadshot versus Bullseye. Sko, ég var að viðkenna, ég er svolítið latur þarna. Ég gerði ekkert ógeðslega mikið research, en núna hugsaði ég bara, ok, Deadshot, hann er að berast á móti Batman. Og hann er að berast á móti gæjum eins og Batman og hann er paid on salary hjá Lex Luthor og fullt af öðrum gæjum. Bullseye er svona klikkaður gæji sem að hann er óvinnur hjá Daredevil, Spider-Man, Elektru, Barist í Deadpool. Já, Barist í Deadpool. Deadpool er Master Technician og Crazy. Já, og Bullseye er mitt líka miklu klikkaður heldur en Deadshot, sko. Já. Og núna er ég bara að pæla, hvor hittir meira í mark? Ég held að við þurfum eiginlega að setja þetta til Fannars. Okay. Deadshot, hann einblínir aðalega á byssur á meðan Bullseye notar basically allt sem hann dettur í hug. Það er rétt. Og það er eina ástæðan ég myndi ekki á Bullseye réttin á að vinna væri út af því að einhvern tímann með Deadshot renna af kúlu út af þeir eru jafnir í öllu öðru sem er crazy. Og eina sem ég gæti fundið var basically að Bullseye er duglegri að nota hvað sem hann finnur. Og hann er miklu duglegri að nota, pensla og drasl. Svo, það er eina edgeið sem hann hefur. Og það væri eitthvað sem ég myndi vilja gefa honum sigurinn yfir, bara fyrir að hafa þetta edge. Ég kynnti með það eins. Ég þekki þessa karaktera svona lauslega. En það virðist eins og Bullseye sé hittnari. Já. Og eins og Fannar segir, hann nota bara alls, hann getur nota bara penna, hann getur nota spil. Já, paperclips. Já, hann getur bara hent á þig og skorað á háls bara með eitthvað drastli og... Hann gæti mitt léttilega tekið bara, það er penni hérna inni, það er kaffibólli og mæk. Já, hann líka getur örgulega rifið blað mitt og bara, hitt bara, eða bara rúllaði upp, skilur og kom bara, og við erum ekki að tala bara, hann getur náttúrulega gert með fokk miklu afl. Já. Ég veit ekki, ég hef séð hann í einhverju hasablaði taka upp eitthvað, taka upp bara eitthvað lítinn stein, gera svona og það fór í auga, á einhverjum Daredevil eða eitthvað, og það var nóg fyrir hann til þess að gain the upper hand. Já, akkurat. Og hann er alveg undan byssur líka. Já, hann notar allt. Hann er hittin með öllu. Já, ég myndi segja Bullseye. Ég ætla samt að gefa Deadshot alveg mikið kredit út af þetta er því mökk jafn. Ef Deadshot fengi bara endless ammo, þá myndi hann vinna. En það? Ég myndi segja það út af Deadshot er jafn hittin, en hann er með endless ammo. Það er bara superpower í sér á móti þessum bardaga. Ég held að hann sé líka með betra suit. Já. En ég ætla að spyrja það, er hann með eitthvað sérstaklega brynju, er hann með eitthvað sérstaklega krafta? Hann er bara með kevlar vesti, skilur við, eitthvað svona, en hann er málega, hann er með þetta goggle sem að gera honum kleift til þess að vera miklu meira hittin og það er alveg faktor, þessi tækni sem hann er með, gefur honum kleift í að kannski að vera hittnari, I don't know. En vilt þú segja Bullseye líka, Fannar? Já, út af því að þegar kúluna klárast? Já, hann bara klára kúlunar, hann er búin að skjóta þetta konkrít í döðlu, skiluru, þá er Deadshot eða Bullseye allt í einu kom bara með endless amount of ammo, bara alls konar sandkotn og eitthvað drasl og... En hvernig sjá þetta fyrir ykkur? Þeir myndu hittast? Út af því þeir eru báðir jafnliður og þeir geta báðir dodgjað heldur vel, sko. Að þetta myndi byrja fucking jafn. Þeir myndu bara hlaupa út allt eitthvað að sprikla eins og fimmleikamenn, skilur, dodja kúlur fram og tilbaka. Ég held að það sé líka örgulega að skjóta... deflekta kúlur og drast, sko. Þeir eru örgulega að skjóta kúlurnar hjá hverjum öðrum. Og líka út af því að Bullseye notar byssur og drast, þá vil ég gefa honum jafn mikið ammo. Það þarf að vera fair fight. Já. Svo að þeir bara byrja að deflekta hvern annan, skilur. Og svo bara leið og kúlur og drast eru bara búið að skjóta konkrít og eitthvað. Þá fær Bullseye edgeið. Og hann getur nota bara, alla þessa steipu bara sem
sem vopn. Eins og þú sagðir, Ari, þeir eru bara að skjóta kúlunar bara í loftinu. Já, við erum að tala um... Já, og hann getur síðan nota kúlunar bara sjálfur, bara eitthvað. Sem liggja bara. Já, sem bara pæna þeim eitthvað. Einmitt. Og ég hugsa bara aftur eitthvað, Suicide Squad, hver með smaller bullets. Já. I got smaller bullets, bitch. Þannig að Bullseye myndi takit. Geðvitt flex. Já, ég held það. Það ekki? Ég held það líka. Þá eru allir sammála. Ég held bara að þegar ég research þetta, þá er ég bara, fuck, Bullseye drullu öflugur. Já, hann nefnilega drullu öflugur. Hann mjög overlooked. Ok, þá erum við komin í fight sem ég rosalega spenntur fyrir. Ok. Og Fannar, þú byrjar núna. Já. Hvað svipur á það? Þú veist náttúrulega hvað það að fara... Já, þú veist hvað það að koma, já. Ok, næsti fight. Lobo versus Wolverine. Shit. Ok, Fannar, kannski þeir sem að hlusta, þekki kannski ekki Lobo, því hann ekki verið í einum bíómyndum. Hann hefur ekki verið, þú veist, hann hefur aðalega verið bara í myndasögum og... Aðalega myndasögum. Já. Hann hefur verið í mörgum teiknimyndum. Já, einmitt. Ok, Lobo... Þetta er svona óþekktu karakter. Á móti Wolverine. Já. Ég átti pínu erðleikum með þetta. Út af því að ég vissi eiginlega ekkert mikið hver Lobo var, svo ég þurfti að grafa aðeins inn og lesa nokkra myndasögur út úr asl. Og Lobo er OP. Hann er þroskaheft OP. Hann basically er bara það sterkur, eins sterkur og rithöfundurinn vill að hansi. Þú veist, ég sá myndasögu það sem, þú veist, ég skrifaði þetta einhvers staðar niður. Já, það er myndasöga það sem, þú veist, Wolverine berst á móti Lobo og hann vinnur. Vinnur Wolverine þá? Já, en það er brútaði að, þú veist, þetta var bara eitthvað Marvel vs. DC drasl, sko. En Lobo, hann er búinn að slást í Superman, búinn að fara toe-to-toe í Superman, þú veist, og hann kastaði veru með solar mass, gerða úr neutron star. Bara eitthvað út game. Það er ekkert logic á þessum karakter. Ekki neitt. Ok, þetta er bara svona bull. Gaurinn er bara, hann er bara eins OP og þú vilt að hann sé. Hann er svona eins og Deadpool. Já, í some regards. Og hann er með alla sömu ability Wolverine fyrir utan, þú veist, adamantium claws, nema þeir eru bara styrum. Svo, og þú veist, hann andar ekki, hann þarf ekki að anda. Þú veist, þessi gæi er náttúrulega bara að fara að taka Wolverine út að hann getur fleikt einhverju neutron star út í raskat. Hann tekur bara Wolverine, kastar hann út í game og þetta er búið. Þú veist, þetta er overkill dauðans. Lobo er bara, þú veist, hvað sterkur viltu hafa? Sko, þetta er bara crazy. Málega, ég þarf aðeins að mér til varnar þegar ég setti saman hennar fight að ég vissi svona, ég bara Lobo alveg, því hann var nokkur svona, var hann ekki móturhjóli og eitthvað svona? Ég held fyrst að Wolverine myndi taka þetta, sko. Já, og ég hef sagt, hann og Wolverine, af því Wolverine er eftir að drepa hann. Já, þú veist, hann mortality, skilur við. Já, og bara alltaf adamantium, skeleton, og healing power, svo fór ég að kíkja á þetta, og ég segi, þetta er allt eftir ég á að senda ykkur listan. Það er bara eitthvað, shit, hvað Lobo. Hann er crazy. Þetta er bara, þessi gaur er bara out of, hann er bara, það meikar ekki sens. Já. En Ari, þekkti þú eitthvað Lobo? Ég þekkti Lobo. Alveg frekar mikið, sko. Ok, þannig þegar þú sást hennar fætt. Þá var ég bara, hvað er í gangi? Hugsaði strax bara Lobo rústunum. Já. Ég líka, þegar ég ólst upp með að horfa á Lobo í teiknumyndunum, í Justice League teiknumyndunum, og þar kemur Lobo eitthvað inn með eitthvað stæla, og bæði, hjólið hans er með sitt eigið, hjólið hans er sko ákveðin vitund. Lifandi? Já, hjólið hans er lifandi. Og hjólið hans getur líka tekið Wolverine, bara bókstaflega og láti Wolverine húka fara upp í game, sko. Og það var þetta bara búið. Og Lobo þurfti ekki eins og að vera þetta væri, og hjólið er actually frekar líka OP, og því að hjólið hefur bara eitthvað fucking ógeðslega hratt. Það getur farið, þú veist, á milli geima, skilur bara, þetta er næstu eins og Silver Surfer, brettið, skilur það getur farið það hratt. Það? Sko, meira fair fight væri kannski Silver Surfer á móti Lobo. En Silver Surfer er eitthvað sem að kemur setna meir. En það er meira fair. En Lobo er andjós bara svona, hann getur bókstaflega tekið svona og þá er það skiptir ekki máli, en sko adamantium beinagrindin hans Wolverine myndi fara úr Wolverine, skilur þið? Það myndi kýla svo fast. Að hann gæti bókstaflega svona klappað bara svona
og þá bara kramið hann, bara kremið bara hausinn á hann. Ég veit ekki, það geti gert svona bara og gæði fara til sólarinn. Ef hann getur kastað þessu upp í game, getur hann þá ekki bara kramið adamantium? Jú, út af það instances þegar hann kremur DC-versionið af adamantium, sko. Hann bara bygglar, hann bara tekur gæja og bara... Ég veit hvað, hann sterkar en Superman, eða? Hann ekki, en það er málið, Superman er OP. Superman er sko OP. Já, þessna var hann að segja anime characters, út af þú veist, þetta er bara rugl hvað Superman er sterkur. Horfðu á hann þáttinn? Já, ég horfði á hann. Á síndu. Já, ég sá það. Cheers, man. Ok, þannig að Lobo myndir rúst. Þetta er ekki sanngjarnt. Bara, sorry. Já. Ég fór á Flash og við og Lillibróður var mjög gaman þessu og þegar ég var bara líka svona ég hugsaði mér að þú væri að gera þetta deliberately svo að við myndum bara gera svona grína þessu það væri bara svona ég held það líka, ég var bara eitthvað veitum við hvað, hann hlýtur að vita hvað hann er að gera bara, hann hlýtur að vita hvað Lobo er þetta er bara ógeðslega unfair ég vissi að hann verið sterkur alltaf en ég vissi ekki að hann verið svona sterkur þetta er bara rugg ok, Lobo vinnur fyrir mér næsta fætt ég vil hafa tíma fyrir mótið sjálf sko. já. Ok, þetta er bara round day þetta er bara round day crazy, sko. Holy shit en svo er hitt spennandi að þið fengu enga tíma til að undirbúa það nei, ekki neitt ok, Lobo vinnur, næsta fætt þú byrjar núna okay. The Flash já á móti Deadpool ok, sko my man over here er í Deadpool ból og það er til instansa sem að Deadpool hefur sko unnið the Marvel Universe og ef við erum að fara eftir Deadpool sem, sko Deadpool er samt bara, sko ég elska Deadpool elskan, hann er bara bókstaflega eila næst í númer 2 óriðja sama er og Flash er samt líka eitt af uppáhalds óriðjum mínum Barry Allen Flash og sko málið það er bókstaflega mér langar að segja tvent sko báðir geta unnið það fer heila bara eftir the author sem gera það, finnst mér ok, þú ert núna the author, skilur já, ákveður þetta byggið þú fara að byggja þetta á sko, Flash náttúrulega bara, það er, sko áður en að Deadpool fær að hugsa þá er Flash búin að tæta hann í sundur skilur hann er það fljótur en Deadpool er samt svona gæi sem getur bókstaflega að lifa fyrir utan fjórða vegginn hann bókstaflega veit hann getur verið gæin sem er að lesa Hasablaðið og byrja að skrifa sína sögur já, byrja að skrifa sína sögur en getur líka sko séð og Flash byrjar að hugsa í þessu, ég er að lesa þetta akkur núna svo fer hann bara inn í Hasablaðið sjálfur og þú veist bara veit nákvæmlega hvað Flash er að gera og mér gerir bara eins og Deathstroke og bara impalar Flash, skilur en það svona, ok, því að það þekki Deadpool aðeins betur en ég en eigum að leifum að hafa með þetta brjóta fjóra vegg það sem hann getur það er bara bókstaflega það sem hann getur ég meina, er það með því sem fætt? og ég kom inn í það já, ég vil endilega og ég veit að ég er actually þar þú er kannski 50-50 ég er mjög 50-50 ég er bara basically hvað viltu ég er basically svona looking to the judge og segja bara hvað vilt að vinni? hvaða reglur eiga að gilda já ok, fannar, kom inn í það ok, það sem ég er með er að þeir eru í þessu konkrét umhverfi en Flash er OP en Deadpool er með basically hann er immortal og hann er með fáralegt super regeneration en Flash getur farið aftur í tíma Flash er tímaflagari Flash vinnur hann bara áður en að Deadpool byrjar þá er Flash farinn þú veist, Deadpool þarf tíma alltaf að hugsa Flash er farinn, aftur í tíman og hann er bara búin að drepa Baby Pool já, það veist mér er ekki að gera það þetta er bara life and death þú veist, hann er bara búin að drepa Poola ég var ekki búin að hugsa það Flashpoint Paradox já, út af því að Deadpool þú veist, hann fær powerið þú veist, 25-30 skilur við þú veist, Flash getur bara farið fyrir þann tíma og bara, þú veist, slátra það en svo er pælið en býr Deadpool fyrir utan tíma og rúm og því að í sömum einstil sem gera það hann þarf alltaf að hugsa það ekki
En ég er að segja, fattur, kannski getur Flash farið aftur í tíman og svo allt í einu Deadpool að lesa Flash kom að fuck, Flash farið aftur í tíman ég var að fucking bjarga mér og þá fer hann á eitthvað þetta verður bara, allir sem keppa móti Deadpool þetta verður bara eitthvað comic þetta verður bara comedy series en náttúrulega ef við leifum Deadpool að hafa þennan eiginleika þá hann vinnur hann alla. Já. Þannig að verður við ekki að taka það smá af? Jú, ég basically nerfaði Deadpool þannig að hann basically bara Deadpool í myndunum. Já. Og Deadpool í Deadpool myndasögunum frá, 2002 eða eitthvað skilur. Ég sérst að því hann bara guð, ef hann getur stjórna sögunni sjálfur. Hann guð, sko. Já. Þá skulum við ekki, erum við ekki sammála um það? Já. Við þurfum að slökum á þar, sko. Já. Við meðum ekki, þá einmitt, in all regards, bara þá er þetta ekki einu svona fight. Þá vinnur hann Superman líka. Já, eins og ég segi, hann vann the Marvel Universe. Hann vann the Marvel Universe. Hann bara draf Marvel Universe. Og endaði að fara og svo drepa Stan Lee og Kubrick, skilur við. Já, Kirby. Jack Kirby og Stan Lee, já. Ok, þetta komið aðeins mikið bull, er það ekki? Jú, ég sammála. Ok, þannig að Flash hann getur rauninni hreift sér hraðar en Deadpool getur hugsað. Já, og bara Flash er tímaflakari. Þú bara getur ekki unnið á móti tímaflakari ef þú færð powerið, seinna meir. Ef þú fæðist ekki með powerið, þá ertu bara skrút. Og það getur alltaf bara drepið áður en þú fær powerið. En svo líka, þótt að þú sért í þessu konkrétum. En vinnur hann það ekki bara alla? Nei, það er ekki. Það getur ekki unnið alla, sko. En svo líka með það, að bara, en svo líka náttúrulega það sem hann gerði, sem finnst mér vera betra heldur en með tímaflakið, er að hann hljóp frá dauðan. Hann hljóp actually frá bara dauða. Það er til ákveðið, bara ultimate force í DC heiminum, sem bara, það deyja allir. Skiptir ekki máli hverju það ert, skilur, hvort þessi Darkseid, þú deyrir þig einhvern tímann. En Flash náða að hlaupa frá þessum fucker. og alveg bara svona að Barry Allen hvarf og svo kemur Barry Allen tilbaka og bara ég voru að hlaupa þetta er svona smá svona low-key I've been falling for 30 minutes en það bara Flash er einmitt svona það er hann er alltaf OP þegar maður byrja líka svo að pæla í en getur hann ekki líka því ég las eitthvað sögum á honum að hann reyfir sig það rætt hann kemst í gegnum hluti hann feysar ekki með hluti sko. En er hann ekki fljótasti speedsterinn? Já, fyrir það Superman? Nei, hann er fljótari Superman. Það? Já. Það hlýtur líka eiginlega að vera. Superman samt flög í kringum jörðin og hann sneri tímanum við á jörðinni. Já, það er svona í myndinni. Það er bara í mynd. Það er samt OP. Superman er OP. En ég held samt að þeirra var stundum keft. En það var Flash sem vann. Já, Flash vann það. Superman er liftum að vinna. Superman bara nörfa sjálf að þessi. Bara sorry. En það hlýtur til að vera að Flash er snegra því það er hans þeng. Það er alltaf asnaldið að Superman líka snegra hann. Superman er guð. En já, svo getum við líka sagt að þó að Flash er snegra en Superman, þá er náttúrulega Superman það er ekki hægt að áverka á hann, skilur við. Nema að Flash er með, ég veit ekki, skúfa á Kryptonite og... En svo... Skúfa á Kryptonite. Eða það er líka, ég meina þegar þú kemur með All-Star Superman, þá vinnur ekkert á hann. Það er ekki eins og... Það er minn Superman, bara All-Star Superman. Það er bara, það er bara eitt svo mest OP-DC karakter. Var það Grant Morrison skrifað það? Munið það? Manna ekki. Allavega, ok. Það er Flash. Flash vinnur Deadpool. Bara, sorry Deadpool. Sorry baby. Okay. Sorry Ryan Reynolds. Já, sorry baby. Sorry Ryan Reynolds. Ok, næsti fight. Það er Fannas sem byrjum núna. Og ég er sammála með Flash. Já. Þessi fight fannst mér svona áhugaverður. Er ég eini gæðin sem er borðað á Doritos? Nei, fáðu Doritos. Ok, Fannar. Mr. Freeze versus Dr. Octopus. Þetta fannst mjög áhugavert og ég ætla bara að byrja að lista ég er bara með svörtu bókina mína bara of knowledge full af upplýsingum ég ætla bara að lista Mr. Freeze hann er í brynvörðum búningi hann er með fristubissu sem getur frist heilu húsaraðirnar
og hann mad scientist. Dr. Ock, hann mad scientist, hann hefur farið toe-to-toe Spider-Man, hann með mikla snerpu Spider-Man, og hann með adamantium klær. Ég veist það ekki að vera adamantium. Það eru adamantium. Gaurinn fast as fuck. Spurningin er Freeze fljótari að skjóta Doc Ock áður en að næra honum með klærnum? Það mín spurning. Þetta bara, þú veist, þetta erfitt svar. En það fyrir eftir hvernig sér þetta þá fyrir? Þú veist, þetta bara, þeim bara plantað? Og bara 4 metrar á milli þeirra? Eða þetta bara eitthvað hittist í þessu hverfi? Klukkan þetta? Já, þeir eru náttúrulega bara í sléttu gráu umhverfi, sko, hjá mér. Hvað langt í? Þú veist, ég bara pæla, hvað reyndsi á byssunni hjá Mr. Freeze? Reyndsi á byssunni hjá Mr. Freeze hlýtur að vera meira en reyndsi á klánum, sko. Það er ekki, allan tíman. Armaðarnas Doc Ock, þeir ná ekki eins langt á byssan. Ég ætla bara að segja, þú veist, ég skrifaði hérna niður hjá mér, Freeze myndi vinna út af fristibyssunni, bókstaflega, og út á umhverfinu. Það hérna ástæðan. Þannig að þú myndir segja Mr. Freeze. Mr. Freeze myndi bara frista... Hann myndi bara frista Doc Ock áður en Doc Ock myndi ná honum. Ef þetta væri í einhverju íbúðakörfi eða í einhverju blokk eða eitthvað, þá væri Doc Ock með miklu meiri möguleika. Doc Ock myndi vinna hann, sko. Upp á hann getur falið sér... Já. Þú veist, og Doc Ock alveg hraður, en ég held að fristibyssun og Mr. Freeze allan daginn að fara að vinna þann hraða þegar Doc Ock hefur engan stöll að fela sig á. En það ástæðan þegar þið voru að tala svo mikið umhverfi. Já. Að þeim sem í þessum fætt hefur hann ekkert þess að fela sig á bakvið. Ég er með counterpoint fyrir sjálfan mig. Okay. Doc Ock náttúrulega með adamantium klær. Já, það er svo það fristaðir. Já. Ægi. En ég er búin að gefa honum konkrét umhverfi. Hann getur náttúrulega bara rifið upp konkrét umhverfi til að... Já. Það er nákvæmlega punkturinn sem ég ætla að alveg það sama við gáum Bullseye. Hann getur rifið bara upp hellu og nota sem skjöld. Já, þeir eru helvíti jafnir, finnst mér. Bara hver finnst þið fyrir svalari? Mér finnst Freeze svalur. En mér finnst Doc Ock svalari. Ok. Ég ætla að gefa Doc Ock stig bara út af nýja Spider-Man trailerunum. En þannig að þú myndir að segja, ef við förum í gegnum fætin sjálfan, hann geti notað eitthvað til að verja sig. Já. Og myndi sér að ná bara að stinga hann á... Já, með adamantium klær. Hann með 4 adamantium klær. Hann getur notað 2 til þess að búið cover og svo ekki einn bara... Freeze bara með eina byssu, sko. Og 2 hendur. Já. Ari, hvað segir þú þessu? Sko, ég segi Dr. Ock. Dr. Ock, út af þessu? Og líka bara, Dr. Octopus miklu klárari. Og hann actually ógeðslega sniðugur, ég meina... the feats sem hann hefur gert. Ég meina, hann varð svo Spider-Man. Vitundin hans fór inn í Spider-Man. Það heitir Superior Spider-Man fyrir alla þá sem vilja lesa. Byrju, hvað sem fór hann inn í Spider-Man? Hann varð Spider-Man. Hann varð Peter Parker. Nei, hvað að tala? Hann bara, vitundin hans fór hann vinnur Peter Parker. Og hann basically bara færir hausinn sinn yfir í Peter Parker. Og það verður Spider-Man. Og hann hefur einmitt unni Spider-Man. Og þú veist, við erum að tala Spider-Man með Spidey Sense hérna, og til þess að geta, þú veist, sko, það sem mér finnst bara Dr. Octopus vera bara stærri villan og hefur gert miklu betri og stærri hluti heldur en Mr. Freeze. Mr. Freeze svolítið svona B-villan í Batman, skilur við, þó að hann með þessa byssu, þá hann líka ógeðslega fragile. Ég ætla að gefa það fram á það til myndislega sem heitir The White Knight og The Dark Knight sem nýlega búin til. Frábært meistaraverk, vel teiknuð, bara frábært í alla staði. Freeze. Og Freeze í henni og hann powerhouse í henni. En eins og með það samt, að því hann svo byssu, segjum að Doc Ock myndi ná bara skemma hana. Já, þá... hann þá ekki pínu fokk? Hann pínu fokk. Eða líka bara ef hann nær sko að ef hann nær einhvern veginn á potan, í búningin hans, í eitthvað, hann getur ekki að lifa án búningsins. Já, þú meina búningurinn heldur hann alltaf í lífi, sko. Þannig að þó hafa nóg að myndi bara gera gata á hann. Það væri nóg. Og í raun og veru, ég held að svona inn í end, hvernig það myndi vera, ég held að ég held að ef við setjum þetta á sléttsvæði, ef ég væri, þú veist, ég náttúrulega klárlega ekki að klára Dr. Octopus, en Dr. Octopus segir bara, ok, hér þarf ég bara að nota snerpunum mína og diversions og ná að búa til það mikið commotion
þú veist, þá erum við að tala bara, hann er að fara að rífa upp steina, skilur, hann er að fara hoppandi á milli, kasta steinum Guður er multitaskar. Já, hann getur tekið upp eitt stein og meðan hann tekur annan og fleir honum hinum við sig, á meðan hann er að, þú veist, að hoppa og eitthvað í kring. Hann færi náttúrulega, þú veist, örugglega, hann mun einhvern tímann vera hittur með ísbyssunni. En þá erum við bara að segja, mun hann ná að komast nú nálægt til þess að gera einhvers svona hittur, því að ef að Dr. Octopus hittir hann, þá er það eiginlega búið. Já. En það gæti actually endað í svolítið bara stalemate, því að líka þannig að Mr. Freeze, hann hefur búið til failsafe hjá Batman, að ef að einhver gerist í búningi hans, þá allt innu springur út svona, þú veist, ís frá, ég hef alltaf að segja einhverju blaði, að þú veist, Batman kom einhvern tíma með eitthvað svona og í búningin hans og hélt hann var búin að vinna og þá allt í einu, þú veist, bara svona sabotage, þú veist, þá var hann svona smá svona self-sabotage og bara svona neglir, þú veist, bara svona sprengir ís frá sér, og það kemur bara eitthvað svona ís. Þetta er svona defense mechanism eitthvað inn í búningnum. Já. En ég myndi samt bara segja út af því að Dr. Octopus er bara stærri villan. Og líka, ef þú gefur honum superior Spider-Man líkamann, sko, þá er þetta búið. Já. Þú veist. En ef við göngum bara út frá því að hann sé bara, þú veist, í prime. Já, venjuleg prime Doc Ock. Ég meina, er þetta ekki bara, snýst þetta ekki einmitt Dr. Octopus hefur líka bara verið með ákveðnar svona gadget byssur, sko. Já. Líka, hann hefur verið með svona gravity byssu. Hann er mad scientist. Og myndan er líka bara hann þarf snöggur. Já. Þarf hann ekki rauninu bara að verja byssunni max einu sinni. Já. Ég held og svo er hann bara búin að fara í gegnum hausun á með arminn. Bara, þú veist, eina sem það þurfti að gera var að dodga frá einu sinni og negla konkrétt steipu í hausun og frís. Það var þetta bara búið, held ég. Það búið. Já. Ég er sammála. Já. Ég held það, sko. Mér fannst það á blaði, fannst mér það var svona jafnari fætt, svo þú erum að pæli honum. Já. Það er bara svona, nei, af því að hann þarf bara að verðast, gefum Freeze það, hann kannski næði einu skoti. Já. Þá er Doc Ock komin svolítið nált honum. Ef hann er að dotsa það eða verja sem því, þá er Freeze döður. En svo líka, hversu sterkar eru þessi klær? Þessar klær eru frekar fucking sterkar. Þú eru adamantium klær. Þetta er bara, þú veist. Mér er upp á hvað? Og líka bara, þú veist, mekanismin, skilur við, að hann getur örugglega, því að svo at the end of the day er þetta bara ís, skilur við, og þú veist, ég meina, já, sko, ef hann næra að hitta hann, þá kannski geta hann, þú veist, hrista af sér ísin eða brota hann bara. Ég ætla að koma með point á það. Spider-Man notar kóngulóarvefinn sinn til að binda Doc Ock dálítið oft og hann brýtur svo oft úr þeim og við höfum séð vefinn, þú veist, halda sko rútumótrasli og sko lestastöð. Já, þú menar þú veist, lest. Þú veist, auðvitað er hann að fara að brjóta sig úr einhverjum ís. Já, þú veist, ef Freeze ætlaði að drepa hann, þá er hann að taka body shot allan daginn. Þú veist, þú voru að drepa hann úr kulda. En armbandir myndi alltaf verja hann. Já. Doc Ock. Þú myndi alltaf að reyna að brjóta hann út, sko. Já, og líka bara, ég sé fyrir mig að hann myndi skjóta hann. Já. Þessum djúpa pælingar. Ekkert smá. Já, Freeze myndi skjóta hann og það kæmi, þú veist, þessi fristi geisli eða hvað þetta er á hann. Já. Myndi ekki að því hann armbandir hreyfast mjög hratt. Já. Armbandir hreyfast bara nákvæmlega eins og hann getur... Hann alltaf bara hugsa með örmum, þótt að það væri bara einn keisar af ís. Myndi það ekki bara svona... Jú. Já, þó að fari... Friction. Já, þó myndi frista armana. Já. Þá eins og þið segi, hann var að brjóta. Þá armbandir geta líka gert svona... Já. Þú geta orðið að... Snúist að þú geta orðið að vélsur. Og bæði veginn, þú veist, ég skrifaði Freeze hérna inn sem vinnar. Ég alveg bara tók 180 á því svari. En eru þá allir sammála að þetta er Doc Ock? Doc Ock. Já. Og djöðl er ég spenntur að sjá hann. Já. Oh my god. Já, í næsta Spider-Man. Já. Sáðu þið trailerin? Já. Fuck. Já, bara. Ég er bara, holy fuck, ég er svo spenntur. En þeir, ég held svolítið greinlega þeir að geima mörg lindamál, sko. Það er hérna í trailerinum, það kemur hérna hlátur sem er mjög líkur hláturinn frá Green Goblin. Ég með þetta sprengið hans. Þetta er Willem Dafoe, sko. Það er bara, hann hlýtur að vera. Please, verður Willem Dafoe. Ok, ein stuttspurning, smóðut úr. Ef að Willem Dafoe er Green Goblin í næsta Spider-Man, vilja það sé upprunalega búninu sinum? Upprunalega. Þessum Power Rangers. Yes! Algjörlega! Nei. Hversu klikka var á original brettinu sinum í þessum búning. Það er hægt að gera hann öðruvísi. Bara homage í því gamla búningin. Ég vil nýtt lúk.
þú veist, Já, það? ég vil ekki fullkomlega nýtt lúk, ég vil að þeir kalli til gamla búningins, en þú veist, að þetta sé, þú veist, styliseraður búningir. Ég vil ekki að The Green Goblin, þú veist, líti út eins og Goblin, skilur við. Ég vil ekki að... Þú vilt ekki comic book? Ég vil ekki comic book útgáfan út, það var reynd. Það er fucking cool, en mér langar bara að sjá, þú veist, þegar þeir reynda að gera svona 50-50 með Andrew Garfield, það var ógeðslegt, koma ógeðslegt út. Já, það var þetta. En ef þetta sá Goblin? Nei, það var það ömlegt. Náttúrulega sá Goblin í myndasögnum, hann er náttúrulega bara með grím. Já. Hann tekur á sig grímun. Þú getur gert heldur flotta latexgrímu eða eitthvað. Já, ég verði frekar til það. Já, það var geðveikt cool, með hettuna. Höldum áfram. Það vantar þess eiginlega hettuna. Og hérna... Ég held að hettan verði núna, sko. Og hérna pumpkinsprengjurnar, það er svo svalar. Shit. Ok, við getum talað saman í 1.000.000 klukkutíma. Ég veit. Ok, höldum áfram með mótið. Já. Næsti fight, og það er þú sem byrja núna, Ari. Fá mér eina Doritos áður byrja. Fáðu Doritos. Svart Doritos. Sinestro á móti Dr. Doom. Já, sko, þetta var eitt af þessum barnum sem þú svolítið skeist að þig og þú veist, það veit að það allir og því að þú hefur klárlega eitthvað Sinestro, hann var góður og svo setti Dr. Doom hana. Dr. Doom er bara, þú veist, ég er ekki eins og útskýrum, við fólk sem veit ekki Dr. Doom, þú veist, hann er ekkert eðlilega OP og hann og Dr. Doom er eiginlega betur en allir sem við höfum talið upp núna. Hann neitaði guðatölu oftar en einu sinni. Ok, ég vil taka það skýrt fram. Sinestro og Dr. Doom er actually bara, þú veist, ef einhver Hasselblad-fan myndi heyra þetta, það er bara svona... Ég vil að þekki svona... Hann er ömulega nörfaður í myndunum. Já, ég er ekki með að vera í myndunum. Ég er alltaf hardcore Sinestro maður, ég elskar að kæta. En Dr. Doom, ég verði að hafa Dr. Doom með. Setja hann mútið Sinestro, það er cool. En ég pældi ekkert mikið meir í því. Svo fór ég aðeins að researcha og ég var bara eitthvað, shit, Dr. Doom En hvernig myndi að vinna hann? Akkur myndi að vinna Sinestro? Það er svo margar leiðir sem hann geti unna. Ég meina, hann er magic, skilur við, og hann var einu sinni, í mörgum universes er hann the Sorcerer Supreme. Já, skilur við. Næsti maðurinn fyrir ofan hann er Sorcerer Supreme, sem er hérna Doctor Strange. Já. Þú veist, hann er bara fyrir neðan hann. Ég vissi ekki að Dr. Doom... En Dr. Doom vinnur líka svona Doctor Strange, skilur við. Já, alveg oftar en eins. En ég vissi ekki, ég skammaði sem hún að viðkynna, ég vissi ekki að Dr. Doom væri svona mikill sorcerer. Og Dr. Doom er orðin það öflug, sko, hann er orðin pínu anti-villan, sko. Já. Þú veist, hann... Hvað meina anti-villan? Já, fólki fara að fíla hann svo mikið og það hann svo gáðaði líka, sko. Þegar þú segir fólk, ertu að tala bara fólki í Marvel heiminum eða við sem lesum söguna? Bæði, sko. Og það er, þú veist, hann er búin að breyta svo mikið sem karakter að hann er ekki góð mannvera, en þú veist, hann er góður líder og þú veist, hann stjórnar borg og þú veist, búin að neyta guðatölu oftar en einu sinni, þú veist, hann er likeable, sko. En er hann ekki svona bara maður? Ekki hann er bara að transcenda inn í sko bara allt annað. Já, mamma svo líka galdrakona. Já. En sko málið er það líka að þú veist, Dr. Doom er það OP og í Marvel heiminum þá er eini heimurinn þar sem allt er í peace og það sem að eini heimur þar sem getur haft Utopia var heimurinn þar sem Dr. Doom stjórnaði öllu. Latveria. Nei, mér er eini halheimurinn. Og eiginlega eini maðurinn sem getur unni Dr. Doom næstu því er hann, Franklin Richards. Right? Reed Richards. Já, ég er ekki. Franklin Richards er svona hans. Já, hann er reality warping. Er það Mr. Fantastic? Mr. Fantastic. Og hann er eini gæðin sem er klárur en hann í Marvel heiminum, er sagt. Og það er svona hatar, en málið er að hann skildi Dr. Doom er alveg gildi sem að flestir fara mitt múið, þess vegna er hann aktívileg. Því að, þú veist, já, hann hefur verið... Hann er villain, samt ekki villain, skilur. Hvað sem ekki vilja fá hann í MCU? Ég svo mikið. En ég vil bara, þú veist, hann verður að vera með Dr. Strange mynd. Já. Hann á móti Dr. Strange í kvikmynd væri insanity. Bara bilað. Það væri svo bilað. Það væri geðveikt. Þú veist, þú getur með þess að gert það örk. Þú byrjar á Fantastic Four
og sýnir original Dr. Doom, lætur Fantastic Four berjast við Dr. Doom sleppur, bilað epilóg fyrir Doctor Strange mynd. En af hverju segir það eins og Mr. Fantastic sem getur teikt sig og eitthvað? Af hverju vinnur hann Dr. Doom? Hann bara svo ógeðslega klár. Scientist. Já, scientist. Og þú veist, það náttúrulega fleiri sem geta unnið Dr. Doom, en þú veist, hann einn af þeim svona af góðu görunum, sko. Þú veist, Dr. Doom klappar Thor, sko. Bara... En svo líka tala það, skilur, að Sinestro með sinn power ring, skilur, The Fear, en að ringin, hann gæti ekki verkað á brynjun hans. Já, og hann líka með force field. Dr. Doom með force field. Þú veist, hvað ætlar hann að gera? En svo líka spurning sem er Sinestro, því að fyrir það sem þekkja ekki, þá var þetta vondikallin í Green Lantern-sögunum. Já. Og hann alltaf bara með svona sömu krafta. En hann alltaf með ring sem að stýrist á Fear. Já, svona Ring of Power nema Fear-based. Já. Og líka, við fyrir mjög til það er ekki hægt að... Dr. Doom er ekki hrædd? Nei, hann er bara hræddur, sko. Gaurinn er fucking guð. Þú veist. En er hann með eitthvað svona superhuman krafta? Já, út af brynjunni, þá er hann sko... Bjóð hann til brynjunni sjálfur, það? Já, magic. Og hann hefur... Ég hef með fleira að drita niður sem ég glimti. Gott að ég horfði niður á my library of knowledge. Dr. Doom hefur tekið höggi frá Infinity Gauntlet. Hann hefur tankað högg frá Thanos með The Infinity Gauntlet. Hann hefur tankað högg. Það er insane. Svo líka þegar við förum út í Secret Wars sem eru Hasselblad-seríur sem eru bara eitt af uppáhalds mínum. Þar rífur hann mænuna og hauskúpuna úr Thanos. Hann bara fer inn í Thanos og rífur úr hauskúpuna hans og Thanos bara svona... Er hann öflun Thanos? Nei, en þú veist, hann getur farið toe-to-toe, sko. Hann getur barist jafnt á móti Thanos. Þannig að ef ég þurft að setja saman menn, þó þú sé báðan til Marvel. Dr. Doom á móti Thanos væri gott match-up. Það væri meira match-up. Það væri mjög gott match-up. En hvað er það þá tala um? Ef Sinestro hittir hann, af því hann alltaf með ringja, hann getur búið til hvað sem er. Dr. Doom myndi bara koma, Sinestro myndi örugglega reyna kirkja hann eða kæfa hann, þú veist, setja eitthvað í munnin, sko, til að taka hann út strax. Og þú verður að gera það, þú verður að fljótur að hugsa. En þá, þetta er bara forsvilt Dr. Doom inn, Dr. Doom gerir bara eitthvað teleportation magic og bara, þú veist, bara snýr hausnum í burtu, þú veist. Þetta er ekki contest. Hann er líka með svona cosmic beams. Það er örugglega beneath þeim að snerta Sinestro. Þú veist, hann bara örugglega fer og svona incinerate hann bara fyrir aftan hann. Hvað sagði þú það? Er hann með cosmic beams í höndunum? Já, hann getur með svona magical beams, skilur, sem hann getur skotið úr höndunum, með þess að maður hefur séð í gömlu OG-blöðunum. Já, hann getur gert eitthvað svona. Já, hann hefur gert svona, og það á, þú veist, ég horfði eitthvað svona á Dr. Doom um eitt svona deathmatch og þú veist, hvað þetta getur gert við fólk, bara svona, þú veist, þetta er svona beam sem bara svona sker ekki um allt, eða svona, bara svona, þú veist, hann, þú veist, bara það sem að það er ekkert sem að Sinestro getur gert sem getur næstu því eiginlega áverkað á. Þannig að þetta var auðvöldast að fæti. Þetta var bara algjör slátum. Sinestro bara patta á sólunum og Dr. Doom, sko. Ok, Dr. Doom rústar hann. Næsti fætt. Já. Fannar þú byrjaði núna? Já. Green Lantern versus Silver Surfer. Þetta var annað. Dr. Doom þema, sko. Þetta var annað Dr. Doom þema. Silver Surfer bara klappa Green Lantern, sko. Hann alveg bara, þetta er bara patta, sko. Þú veist, ég ætla bara að skrifa, þú veist, Green Lantern er powerhouse. Ring of Power er magnað. En er þetta Hal Jordan? Sér það fyrir þér? Já. Þú veist, hann þarf alltaf að hlaða sig. Þetta má vera Legion of Green Lanterns. Þetta má vera heilt Legion. Gefum við bara Legion. Fuck it. Þú veist. Myndi samt Silver Surfer finna? Já. Silver Surfer, hann er með telepathy, hann er með soul manipulation. Sem er basically, þú veist, Elektra type shit, hann bara stjórnar sálinniðinni, þú veist, Gaurinn er, þú veist, hann er cosmic powered, þú veist, hann er bara með cosmic power, og meðan Green Lantern styrir alltaf að hlaða sig með einhverju lantendrasli, skilur við. Og segja vísuna. Já, og segja vísuna. Og, þú veist, hann hefur staðist Supernova, þú veist, og hann getur maffað Thor, Captain Marvel, og þú veist, hann getur náttúrulega skotið energy beams og allt þetta. En brettið hans, gerir það eitthvað? Það er ógeðslega OP. Já, það er ógeðslega OP. Hvað gerir það brettið hans? Brettið hans getur farið hinum meginn við Galaxy in a split second. Það er líka kanon að Silver Surfer maffar Green Lantern. Það er til myndast af það. Já, ég sá það um mig. Er það? 1996, DC vs. Marvel, Silver Surfer vann. Já.
fyrir þá sem hafa áhuga. Ok, þannig að þetta ekki sem keppni. Sorry. Ert þú sammála þessu líka? Silver Surfer og Dr. Doom hefur verið gott matchup líka. Silver Surfer einmitt í svona Dr. Doom. Dr. Doom og Silver Surfer mjög gott. Og við náttúrulega fyrir náttúrulega lengra, right? Þetta svona Titan level, sko. Þú veist, sem guðatala hjá Marvel. Og einmitt, þú veist, kraftarnir sem að Silver Surfer fá, þú veist, hann fær frá eitt af stærstu, þú veist, cosmic forces in the galaxy sem Galactus. Og Silver Surfer hefur unnið Galactus, mér segja. Í einum af blöðunum, skilja. En ekki Silver Surfer að vinna fyrir Galactus eða eitthvað? Jú. Það var bara í myndinni. Hann verður svona herald. Já. Og hann bara sjúklega öflugur, bara hann einn? Bara fárlega. Hann með cosmic power. Og líka bara, þú veist, að skjóta á hann einhverju, hann getur bara tekið inn í sig. Hann getur verið að absorbað það mikið energy. Já, og ekki nómið það, hann getur absorbað alla orkuna frá, þú veist, Green Lantern Corpinu. Já. Og við setjum bara Silver Surfer á öllu Green Lantern Corps og öllum Green Lantern Corps. og mér segja, sko, Living Planet. Ef að The Living Planet myndi koma með sitt dæmi, heila plánetan sem er Green Lantern, hvað heitir hún? Mogo. Hún skýtur sínum bími, Silver Surfer getur farið í gegnum hana bara. Eða bara absorba það. Cosmic power á móti plánutu, hvað heldur að vinni? En hann ekki líka með alveg super speed og allt þetta? Jú, hann bara... Á brettinu. Já, verða nú að vera á brettinu? Hann náttúrulega alltaf á brettinu, sko. Já. Og svo erum við að tala um það, sko, það sem ég fannst ekki cool í náttúrulega þú veist, Silver Surfer hefur komið í bíómynd og hann getur basically orðið brettið. Þau móldast svona saman, bretti og hann eitt, skilur við. Svo það ekki takt að taka hann af brettinu og þú veist, ég meina, hann fucking... Það bara hann, bretti bara hann. Ok, þannig að hann myndi rústa. Alveg bara klappa Green Lantern, hann bara klappar öllu liðinu. Ok, við erum allir sammála það, því eins og segi, svo fyrir ég að kíkja á það betur. Og ég var bara, ég hugsa með, eitthvað svona game-karakterar, svo fyrir ég að kíkja þetta nánar. Ok, þetta ekkert sangið fætt. Ok. Fyrir með næsta fætt. Hver byrja núna? Er það ekki þú, Ari? Já, ég. Ok. Wonder Woman versus Captain Marvel. Þetta actually mjög interesting. Já. Og ég verð að segja, þetta það sem ég og litla bróðir minn, sko, ræddum endalaust. Og ég fór og kíkti á nokkur matchup hjá Wonder Woman. Og þegar ég treysti þessum gæjum sem eru með Death Battle hérna á YouTube. Og ég verð að segja Wonder Woman. Ok. Hvernig myndum vinna? Þú veist, af hverju vinnur hún? Ok. Wonder Woman hún ógeðslega sterk. Hún á sumum stöðum, sko, hún getur farið toe-to-toe við Superman, þannig að það tapar every time, skilur við. En hún samt ógeðslega sterk. Hún mjög fljót, hún getur flóið. Hún magic. Hún með The Lasso. Hún með sverð, sem næstu bara mest OP vopn sem ég hef einhvern tímann séð í minni. Lasso hennar? Já, nei, sverðið hennar. Sverðið hennar eiginlega svona Trump-kartið. Akkur er það svona öflugt? Og því að það getur skorið í gegnum bara allt. Og öll, bara, þú veist, við erum talað Hamrarnas Thors, coming at you, hún getur skorið henni í tvennt með þessu sverði. Það sker í gegnum molecules. Bara í smæstu engdir, skilur. Já, og svo hún líka með, þú veist, Gauntlets og hún fucking næstu pröð og fucking bara, þú veist, ég veit ekki hvað, og þau eru magic, svo, þú veist, og þú veist, það basically bara, þú veist, allt sem að hún Captain Marvel með, sem hún getur skotið, og hún alltaf energy, skilur, en Wonder Woman gerur ekkert frá þessu neitt energy. Og það sem gerur Captain Marvel svona góða á móti til dæmis gæjum eins og Silver Surfer eða Cosmic gæjum. Hún einmitt svona absorbing energy gæla, skilur, og getur tekið helviti fokki mikið að því og dishjað harkul út. En bara Wonder Woman með bara geðvægt mikið counter. Bara næstu í allstar. Hún betri bardagakona, hún sterkari. Meiri reynsla. Hvað hún svo gömul? 800 ára gömul. Og þjálfun, betri þjálfun. En við erum samt sem maður, ég ætla samt ekki að taka frá Captain Marvel, hún fucking OP. Líka. Þetta bara orðað alveg eins og minni munni, ég þarf ekki að bæta neitt við.
Já, ok, þið eru báðið saman 100% saman. Svo eru líka með skjöld og það sá skjöldur eitthvað klikkaslagur og Lasso of Truth náttúrulega unbreakable. Þú veist, ef hún vildi ekki, hún geti mér að segja sko, færi það langt að drepa ekki Captain Marvel. Bara Lasso of Truthar hana, skilur hana bara eftir. Þú veist. Það þarf ekki að drepa hana. Nei. Já. Þú veist, hún helvið döflu. Og líka, ég meina, hún andstæðingar hennar og svona, ég meina, eru þeir gerfiðari heldur en? Þú veist, þótt að Captain Marvel sé kannski svipað sterkt, bara hún með miklu meira reynslu og bara hún powerhouse með magic items. Þú veist, þú bara getur ekki unnið það. Og hún er líka demigod. Já, okay, og þú veist, hún er með 750 meiri ára af reynslu heldur en Captain Marvel. En er ekki líka Captain Marvel, Carol Danvers, þetta er bara manneskja, ekki? Já. Eða hvað, er hún eitthvað svona Nei, hún er eitthvað geimvera kannski, eitthvað hálfur geimvera. Hálfur kynnti mér ekki alveg. Nei, ég veit ekki alveg málveg hana, ég veit ekki, en origin sagan hennar, hún er, mitt eitthvað svona gæla sem fyrir into space og fær overkrafta held ég. En eins og þú segir, Wonder Woman, demigod. Þetta er eiginlega Wonder Woman. Er það ekki? Freyju og eitthvað skilur. Ég hataði samt í mitt, sko, Team Deathmatch, eitthvað svona, Deathmatch þáttinn sem þið voru að gera. Og þetta var Wonder Woman mótið Thor. Hún tekur Thor, sko. Og hún tók Thor. Ég var svo pyrrar þetta, ég elska Thor. Ok. Förum við næsta. Það er komið að þér, Fannar. Já. Þú byrja núna. Næsta er Mera versus Storm. Já. Þetta er unfair fight. Ég ætla bara að koma þið fram strax að ég er Storm fan. Harður Storm fan. En þetta er bara svo unfair út af því að Mera, hún er basically bara waterbender og þú veist, hún getur bara conjure á vatn bara og það sem hún getur líka gert, hún getur bara sogið vatn úr þér og hún getur bara hún getur bara hort á þig og látið þig draukna. En veitu, er þá ekki Mera bara að fara að vinna? Bara allan daginn. Hún bara rústar Storm út af því Storm, Storm er, þú veist, Omega level 3, ég dýrka Storm by the way. En bara, þú veist, Storm er samt bara human, þú veist, hún er bara normal human, hún er bara svona bara svona good shape as a human. Og þú veist, hún er aldrei að fara að geta dodgað bara eitthvað. En er hún ekki mutant? Hún er mutant. Jú. En hún stjórnar human, skilur, hún stjórnar veðri, sko. Bara, þú veist, power base hennar er eins og, þú veist. En ég las það bara, að því Ástríð setta það saman, er bara eitthvað, báðar cool, báðar eitthvað svona elemental. Konur eða galdra, konur eða eitthvað, en svo fyrir þess að lista og það er svo Storm getur líka ákveðið rakastig og ég var að pæla að gæti hún gert það í líkamanninnar Meru? Veit ekki. Sko, ég gæti verið að Storm... Gæti það bara að hækka það eða lækka og... Ég actually er bara ekki nógu knowledgeable þegar mig langar stundum ég elskar Storm líka. Ég er alveg nákvæmlega samanstæð, en ég er... Mér langar hún að vinni. Já, mér langar hún að vinni. Er hún það öflug að hún geti búið til Sahara-eyðimörk, skilur bara í kringum... Úr steypunni. Já, úr steypunni. Þetta heitt. En sko, hún þarf alltaf að hugsa meðan Mera er sko superhuman. Já. Sem því að hún með hraðari reaction speed. Sem því að það fyrsta sem Mera getur gert er bara eitthvað og ég ætla bara að láta það drifna. Meina bara, já, þú meina það. En því að líka hún getur conjure á vatni, það er erfitt. Þú veist, hún getur bara basically bara waterboarda hana, conjure að þú veist, einhver ice pickle og svo bara, hún er bara dauð. En varstu sammála Fannar eða? Ég er sammála það, sko. En ég Fannar, ég elskar, ég hugsaði með mér. Ég held að Fannar, áður en ég komið til Fannar, ég held að ég og Fannar hefum eftir að vera sammála á öllu, en við hefum eftir að vera svona sammála on the right reasons, en samt líka, þú veist, ég dýrkaði maður, og því að ég bara, allt sem við erum búin að segja, ég er svo mikið Storm-fan líka, ég er bara svona, við langar ekki um tapi, en hún gerir það. Þið báðu með Meru. Ég held að eftir ég fór að lesa mig til dag, og ég var saman, þetta er kannski lélitt pikk. En svo bara Mera vinnur þetta. Ég veit það ekki. Svo leiðilegt. Og það er Storm er svo svöl. Ok. Við erum alveg gett niðurluti. En eigum þá að segja Mera? Já. Svo er líka Storm, skilur, það tekur actually, þegar hún er svona, ef við myndum hugsa svona D&D type dæmi, the conjuring time hennar er alveg nokkra sekundur. Já. Hún þarf að... Það er ekki instantaneous. Nei. Hjá Meru? Já, ef við myndum setja þetta niður... Nei, hjá Storm. Já, Storm. Ef við myndum setja þetta niður svona á svona blað og það væri, þú veist,
time, conjuration, svona ein mínúta er svona 15 sekundur, skilur, það tæki 15 sekundur til þess að gera eitthvað, en hennar mýra var instantaneous. Já, hún getur bara legit dehydrataði bara á núleitni. Þú verður bara eins og okkur harðfiskur á gólfinu. Þannig að hún myndi rústa. Bara því miður. Já. Það er mjög erfið. Það er ekki sá. Já, þetta er ömurlegt. Ok, höldum áfram. Næsti fight. Hvernig er staðan á DC og Marvel? Já, hver er staðan? En ef ekki bara farið yfir því ég er búinn. Ok, já, það verður svona interesting. Ok. En næsti fight er eitthvað svona uppáhaldsfæti minn. Ok. Af því ég var bara eitthvað svona, og bróður minn fæði smá shoutout. Minna hann sendi mig eitthvað 3 fæta. Þar með Harley Quinn og Já. Það er mjög gott pick. Þetta er erfiðleikur með hann, sko. Og hann kom með þennan líka. Já. Og mér finnst þetta mjög áhugaverður fight. Það er Black Adam versus Thor. Hvor byrjar núna? Er það ekki... Ari. Það er Ari núna. Oh my god, ég vil ekki byrja. Ok, Black Adam sem er kannski ekki það þekktur af því hann er ekki búin að koma, hann er rockar að fara að leika núna í sinni eigin bíómynd. Já. Ok, Black Adam, þú veist alltaf hver þetta er. Já. Á móti Thor. Já. Báðu svona lightning-gaurar. Ég fórvitur að vita hvað ætlar að segja þetta. Ég er nefnilega, ég hef allt skrifað niður, sko. Ok, það er þú byrjar. Þú elskar Thor. Ég elskar Thor með allt. Og hann er ógeðslega OP, hann Thor. Já. Ég veit hvað. Ég langar ekki að setja hann á móti Black Adam. Akkur ekki. Úti því að Black Adam er svona, hann er one of those ömulega leiðilegu DC-kartin sem ég finnst. Hann er bara svo ógeðslega OP. Já. Ok, en ég er ekki að spyrja hvað þið finnst það leiðilegu. To the extent hvað hann Black Adam er sterkur. Þú veist, þá er, og líka bara, þú veist, með bara, þú veist, töfrarkraftana sem hann býr yfir og, þú veist, jú, Thor er guð, en hann Black Adam er líka guð, skilur og... En ég er samt ekki mortal, einhverjum maður. Nei, má ég bæta við, hann er champion of Shazam. Já. Þú veist, hann er meistari Shazam. Já. Þú veist, hann er meistari yfir forsinu sjálfu, sko. Já. Ertu satt að segja það, eða þeir farið í slag? Ég veit að það er leiðilegt að segja það. Black Adam myndi vinna. Já, ég held, sko, það sem ég hugsaði fyrst, litli bróðir minn, ég er alveg, sko, því að málið er, ef hann væri hérna, þá myndi hann örgulega koma með, sko, Thor, ok, það er til versions af Thor, sem maður gæti tekið Black Adam, alveg for sure. Allavega farið toe-to-toe, sko. Já, allavega farið toe-to-toe. En svo svona, ef við myndum skrifa söguna, skilur við, þá væri þetta svona, þá væri þetta geðveikt nett út af því að, þú veist, maður myndi náttúrulega láta Thor vinna því að Black Adam er svona svolítið vondu gæði, skilur við, hann er ekki næs. En það myndi, þú veist, það myndi taka Thor, þú veist, það myndi taka ógeðslega mikið frá honum til þess að... myndi taka allt. Til þess að vinna Black Adam. Taka allt. Og það væri bara, þú veist, fyrir handritið að hann myndi láta hann vinna það, sko. Já. En svo Thor er one of those characters, hann er búin að vera tekinn og hann er búin að vera, sko, bara alveg ampaður upp í, þú veist, bara upp í eitthvað fárlegt, skilur en, þú veist, base Thor sem við þekkjum öll, skilur það er sem ég er að setja þetta út á, sem ég er að segja að það sé, þú veist, að út af því að, þú veist, í Marvel þá svo ógeðslega mikið til að ógeðslega mörgum versions af Thor, þú veist, versions af Thor sem að fórum úti Thanos og unnan, skilur en, þú veist, við veitum maður að base Thor getur ekki unnið Thanos einn, skilur svo, og Black Adam er svona gæði sem geti farið á móti Thanos, skilur við veitum líka að base Thor getur ekki tikið Hulk, sko já, þú veist, það er bara kanon í myndinni bara til að byrja með, sko já. Ok, þannig að þú ætlar að segja, ég veit að það er sárt að segja, þú myndir segja Black Adam ég skal með þess að fara það langt ég leifum fannar að tala, ég veit Ok, Fannar, hún er með þetta dæmi Black sammála 100%. Black Adam hefur yfirvegað Superman nokkru sinnum og ég skal referensa 2 myndasögur, Action Comics nummer 831 og Injustice Year 5 29 og þar þú veist, við erum ekkert að segja að hann hafi besta Superman en hann er jafn Superman, hann yfirvegar Superman, hann er það sterkur hann kastar Superman frá sér og við erum að segja að Superman er OP þú veist, hann er bara, þú veist, god level shit dútinn, sko. Ok. Og hann er líka eitt svo mest, sterkasti og óttaðasti karakterinn í DC heiminum
og þú veist, þessi gæi bara powerhouse. Eina leiðin til að vinna hann að fá hann aftur inn í mortal líkama sinn og það bara með Lasso of Truth frá djöfnu, sko. Wonder Woman. Já, og hann alltaf Thor hefði ekkit aðgang að Thor hefur ekkit aðgang að því. Thor bara með hamarinn. Svo hann að fara að klappa Thor allan daginn. Þannig að ef við erum að tala bara líkamlega styrk, þá Black Adam samt sterkari. Og galdra og allt bara, þú veist, Adam bara, þetta bara, þú veist, hann bara valtar yfir Thor. Bara sorry Thor. Þó ég myndi segja að Thor gæti unni Shazam. Ég myndi segja að Thor myndi vinna Shazam. Væri þú sammála? Ég væri ósammála. Shazam á, Superman segir, sko, að Shazam sé, eftirfærið sinn, sko. Að Shazam sé það öflugur. Já. Þú veist, og basically Shazam og Black Adam eru með svipað mikið styrk, nema Shazam náttúrulega bara krakki. Og meðan Black Adam sko, hvað Black Adam? Black Adam 3500 ára gammal. En hann samt yngri en Thor. Thor 5000 ára? Já, reyndar. Já. En hann bara með allt og mikið power fyrir, þú veist, þótt að þó sé 15 árum eldri, sko. Það sem ég laði sem líka, ég var bara svona, já, þetta Black Adam. Bara því miður. Mér finnst svo leiðilegt út að það var svo gaman að fá Thor áfram, sko. Já. En þetta útsláttu keppni, það verður einhver að tapa. Já, það verður einhver að tapa. Black Adam vinnur þetta. Ég mjög spenntur fyrir framhaldinu sem kemur eftir þetta. Hverju? Ertu að tala um þessum síðustu tveim fætum eða ertu að tala um næsta round? Næsta round. Ok. Næstu 2 round, sko. Já, en ég stillaði mig upp að því að næsta round verður meira crazy. Já. Fatti ég. Ok, næsti fætt. Og þú byrja fann að leggja núna. Jú. Já, ok. Þarna erum við svona galdrafætt. Jep. Satana á móti Scarlet Witch. Og Satana kannski ekki eins þekkt og Scarlet Witch. Nei. En hún ekki djók. Satana powerhouse, sko. Ok, ef að það berjast. Scarlet Witch allan daginn. Bara, þú veist, þetta ekki eins og contest, sko. Það var bara hlægi. Ég elska að þú sagði líka, Satana powerhouse. Já, þú veist, Satana þú veist, Satana geðveitt cool karakter. Þú veist, ég fíla þessu töðin í tætlur. En bara Scarlet Witch, hún bara, þú veist, hún er bara Nexus being, þú veist. Hún bara, þú veist, hún býr til galaxies. Þú veist, hún býr til different realities. Okay. Þú veist, það ekki contest. Bara Satana, hún bara ceases to exist. Hún sagði líka eins og bara no more mutants. Já. Það var það sem hún sagði. Hún sagði bara no more mutants og það bara no more mutants. Í heiminum. Já. Scarlet Witch, þú veist, hún er bara mind-bending. Þú myndum bara að vinna Superman líka. Scarlet Witch magic, en mál svo erum við að tala Superman náttúrulega veikur fyrir magic, svo þú veist, tæknilega segja já. En svo erum við að tala sko, ef við tækjum sko, Superman þegar hann fór á móti sko, Superman hans peak, Superman bara, það er ekki hægt að vinna. Það er bara enginn sem vinna. Hann hefur haldið á Infinity. Og líka, þú veist, aldrei á kominu. Hann hélt á óendanleika. Já. Og þú veist, hvað er helmingurinn á óendanleika? Það er óendanleiki, ennþá, skilur við, still. Og svo líka, sko, Scarlet Witch þarf að hugsa, hún þarf að gera eitthvað. Superman er hraðar en það. Já. Já, þið meira það. Þú veist, hún þarf alltaf að komast inn í, þú veist, já, ég þarf að gera þetta. Meðan Superman bara, hann er farinn, hún er bara döið. En Satana alveg, hún öflugur svona sorcerer eða sorceress. Já, hún er ógeðslega öflug, hún hefur farið, þú veist, hart á móti alls konar karakterum, sko. En hún á ekki séns? Ekki, bara, sorry. Hvað myndi Scarlet Witch gera til að vinna? Better matchup væri hún myndi bara segja, cease to exist. Já. Hún myndi bara... En getur hann ekki sagt það bara á alla? Ég held nefnilega, sko... Já, hún getur ekki við Superman. Superman er hraður. Hún þarf að segja það, sko. En líka, sko, ég held að hún myndir, í raunum, betra matchup þarna væri, sko, Dr. Fate og Scarlet Witch. Já. Já, en ég vildi hafa konu mútið konu. Já, þú vildir hafa konu mútið konu. Já, ég skilja... Já, Dr. Fate öflugur, eða ekki? Jú. Og Dr. Fate öflugasti svona magical gæinn í DC. Já. Þú veist, það er basically Dr. Strange hjá þeim, sko. Já. Já, ok. Ert þú svo sammála þessu? Scarlet Witch myndir úrstöði? Já. Ok, þetta var greinlega glataður fætt hjá mér. Nei, þetta var mjög fljótir. Já, þetta er búið. Ok, síðasti fættinn í round 1. Ok. Svo förum við í skemmtilega dóti. Þetta er the fight. Já. Þetta er the fight. The fight.
Og byrðu þú byrja núna það ekki? Jú. Nei, bara. Ég sé samt að... Ég er bara með heila blaðsíðu dedicata. Ég verðum eiginlega að byrja að segja. Ég er fáið að vita hvað þú segir, sko. Ég ætla bara að segja, því að ég veit að ég og Fannar erum sammála. Því að, sko, vinstra megin á blaðsíðunni hjá Fannari er, sko, ótrúlega langur listi á þessum dagsætti getur gert. Og svo svona hægra megin er svona næst í helmingi minna. Fyrir Thanos. Þannig að við ætlum að hafa, þessi síðasti fætin í round 1. Darkseid vs. Thanos. Hell yeah. Og Thanos er svo frægur í dag út af myndunum. Út af Infinity War og Endgame. Thanos er svalur. Darkseid er ekkert nú að fá hann aðeins í Snyder Cut og eitthvað, en annars ekki eins mikið. Þá ætti ég bara að spyrja þig, Harry. Ef þeir færi slag, på ljótiða, bardaða, hvor vinnur? Darkseid vinnur. Akkur vinnur hann? Út af því að hann er bara betri. Það er eiginlega bara svona svolítið hann. Hann er sterkari, hann er líka klárari. Hann er með The Omega Beam sem er sko bara svona force in and out of itself. Hvað er Omega Beams? Það er sem hann skýtur augunum með það? Já. Og bara, hann ræður hvert það fer. Og þú veist, hann bara disintegreitar allt. Þú veist. Batman reyndar er eini, held ég, hver var það eini gæn sem hefur lifað að The Omega Beam? Var það ekki Batman? Hvernig þá? Fyrir því í gegnum allt? Nei, Getur hann ekki skotið gegnum plánetur? Batman er líka með þeim fáu sem hafa actually náðu að gera damage á hann. En svo er líka málið, hvernig viltu hafa Darkseid? Viltu hafa hann sko í final forminu sinu, eða viltu hafa hann sem hafa avatar? Og því að málið er Darkseid er ekki mitt Darkseid sem við sjáum. Darkseid er force. En ekki bara orð. Já, hann er bara guð. Hann er guð. Og það sem við sjáum er mitt avataran hann sem hann er búin að senda. Sem er nörfaður. Nörfuð útgáðan. Alveg hardcore nörf. En við skulum kannski ganga út frá þeirra útgáðu. Hann er samt alveg öflugur. Já, þú veist, avatarin vinnur samt. Bara sorry. Já. Eina sem avatarinn er veikur fyrir er, þú veist, þetta er basically bara Superman. Avatarinn er basically Superman. Þú veist, sem er, þú veist, I dare say, betri en Superman. Og eina sem getur drepið hann er basically Radiant, sem er basically kryptonite fyrir hann. Það er eina sem hefur áhrif á hann. Annars er hann bara OP as fuck. Ok, ég er bara að lasa þess. Af því að ég hugsaði mig, af því að Thanos er svolítið svona Marvel-útgáfuna af Darkseid. Já. Og ég hugsaði mig, það er gaman að setja þá saman. Svo fyrir þess að kynna mér þetta betur. Og ég var bara, shit, Darkseid er sjúklega öflugur. Það er svona akkurat gigglaði í pínu þú sagðir, já, má ekki koma inn að heri, út af að hann hefur þann hæfileika til að reisa upp fólk frá dauð. Já. Þú veist. Og ég er bara eitthvað, ok, best að bíða með Darkseid þá. En er ekki líka því að Líka sínir hans Darkseid er ekki teltið jokes. Nei, er ekki hans hersöðingjar svakalir? Jú. Bara crazy, sko. Og þú veist, þessi gaur er bara, þetta er bara highest level of bara superior being, sko. Hann væri það jafnfætt? En ef að Thanos fengi Infinity Gauntlet? Já, það ekki jafnt. Já, en ég myndur þú segja að Thanos með því Infinity Gauntlet myndi tapa samt? Já, hann er með Megaforce, maður. Þú veist, hann getur orku, hann bara getur orkur heiminn, hann getur bara orku steinin. Ok, en... Hann bara eitthvað hverfu. Er það hægt? Er það, get... Darkseid er bara, Darkseid is Darkseid. Þú veist, þetta er bara... Hann er oföflugur. Já, hann er bara supreme being. Ég er samt, fyrir maður út í þetta, ég er ósjómulega. Ef að Thanos fengi Infinity Gauntlet. Já, ef að Thanos fengi Infinity Gauntlet. Út af því Infinity Gauntlet er næstu að öflugasta sem er til í Marvel heiminn. Já. Og við erum að tala það að, þú veist, Infinity Gauntlet getur, þú veist, wipað half of existence. Já, en Thanos þarf alltaf að, þú veist, smetla fingrin til að láta þig hverfa, sko. Thanos þarf alltaf að gera eitthvað motion. Já. Og meðan Darkseid er bara eitthvað, Omega Ray, þú veist. En er hann ekki líka með super speed og eitthvað? Jú, Darkseid er basically bara hardcore, Omega Ray, þá tala Omega Beams. Já, Omega Beams, já. En ég er að segja að Infinity Gauntlet gæti verkað á móti í Omega Beam. Já, hann geti varist í. Já. En þú veist, þá náttúrulega bara, Darkseid náttúrulega bara with his superior speed og mental agility, þá náttúrulega bara er hann fljótari að taka
Gauntletið bara af Thanos. En getur hann Áður en Thanos gerir þetta, þá gerir hann bara svona og getur hann. En Thanos getur náttúrulega sko teleportað, hann getur sko reality manipulated, hann getur flakkað í tíma, hann getur hann með, þú veist, Ring of Power sem getur örgulega verið næstu sterkt og The Omega Beam. Ég veit það samt ekki, en þú veist, ég held ekki, en við skulum bara svona aðeins jögla þessu. Hann með, hann þá initially, ef hann með The Infinity Gauntlet, fyrst mér þá var hann með miklu meira potential og arsenal heldur en Darkseid. En myndi það segja að það verður það jafnari fight? Miklu jafnari. Ég myndi segja að Thanos myndi það vinna. Sko. Það væri jafnt en... Avatarin, let's be real. Ég myndi segja að Darkseid myndi alltaf taka, þú veist, ef Thanos á að vinna, þá þyrfti hann eiginlega að vera með Infinity Gauntlet og þú veist, annað Gauntlet fyllt af einhverju radionefni til að kýla hann með, skiljum við. En ef að Darkseid verður með anti-life equation, er það ekki svona aðaldótið í það? Það var allt búið, skiljum við. Við erum þá að nerfa Darkseid það mikið að þú veist... þá þetta orðið svo unfair fight. Já. Þú veist, út af því að Darkseid með, þú veist, Darkseid sem avatar betri en Superman, þú veist, sem þýr að hraðina á honum og allt þú veist, above Thanos bara in leagues. Maður gæla við einu hugmynd. Ef við tökum í burtu, sem sagt, við gefum Thanos The Infinity Gauntlet og við tökum í burtu þetta, ég vissi þetta ekki, með að ekkert vinnur á hann nema þetta ákveðna orka. En ef við erum að setja á saman, í sama universe, þá hlýtur Thanos að fá mig að vita af því. Og ef þú ert með Infinity Gauntlet, þá getur líklega spúað til. Já, náttúrulega ef Thanos fær tíma til að preppa, þá náttúrulega vinnur hann. Út af því, þú veist, þá er hann náttúrulega með Infinity Gauntlet og þá getur hann get precaution, skilur við. En í fættinu svona, þá finnst mér svindla hans með Infinity Gauntlet. Já, því að það er ekkert eins og ef að Batman út af Bataræk, skilur við. Já, akkurat. Hann er ekkert með... Þetta er ekkert með... Ertu að renna tíma? Nei, ég er ekki að renna tíma. Þannig að er það ekki pínusvindl? Jú. Ef Thanos fær að vera með Infinity Gauntlet. Ef við tökum bara strípaðan Darkseid og strípaðan Thanos. Já. Það var bara Darkseid allan daginn. Thanos er sann svo svalur. Það er máli. Er hann svalar en Darkseid? Já, það er Lord of Apocalypse og eitthvað. Ég ætla bara að segja eitt. Lesið Thanos 2006 myndasöguna. Það er eins og svalasta myndasöguna sem ég hef lesið. Það sem Thanos bara fer og bara fyrir í eitthvað killing spree til að impressa Lady Death. Já, hann er að impressa dauðan sjálfan. Hann og Deadpool eru ástfangnir af henni og þetta er hans óður til að fá ástin hennar. En er það ekki líka veikleiki á Thanos? Eða pælið því? Jú, harður. Darkseid er ekki með svona. Nei. Hann er ekkert einhvern pressa neitt. Nei, skít. Það er ekki en ást hjá honum eða neitt svona. Hann er bara the embodiment of evil. Já. Ég las líka, því ég var eins og ég kynnti mig þetta, ég las að hann hefði tekið plánutu sem heitir Dagsam og fært hana með einhverjum vísindum eða eitthvað, færði plánutuna, nálægt svona sól eins og jól okkur, að því þá fengu allir íbúðanir á þeirri jörðu, þeirri plánutu, ofurkraftið sem Superman. Þannig að hann er það öflugur, og því hann hugsaði með sér, þá er ég bara með stóran her. Hann var ekki eina sekúndu hræddur um að þeim þú gera uppreist gegn honum. Fattu hvað við? Ég skilði 100%. Ég veit ekki hvað sögðu þetta var, ég las það netinu, ég veit ekki eins og hvort þetta sé eitthvað kjaftaði, en Dagsam er þannig að plánandi DC. Ég mann dreinu gæði sem var í Green Lantern var frá Dagsam. En mér varst það mjög áhugaverð, bara hann hugsað þannig. Ég vil bara segja, þú veist, í næsta lista sem við ætlum að fara í, má ekki bara taka Darkseid til hliðar, þú veist, hann er náttúrulega bara í fyrsta, það er ekkert hægt að vinna Darkseid. Það er ekki eiginlega hægt. Já, og láta fólk berjast annarsæti. Ef þá sleppa, bara Darkseid vinnur bara. Já, og bara annarsæti, bardaði upp á annarsæti. Darkseid er svo unfair, guð, sko. Já, þetta er það sem eina sem maður kannski myndi segja væri, þú veist, gæti verið svona Darkseid dæmi, væri mitt gæjar eins og Franklin Richards. Reed Richards. Nei, Franklin Richards. Son hans. Því að hann er gæinn sem að býr til the universe aftur upp og nýtt, skilur. Og Living Tribunal, The Beyonders. Eitthvað svona meta-level, eitthvað crazy. Eitthvað svona þannig gæjar, skilur. Eitthvað svona god-level. Galactus á móti Darkseid, en Darkseid vinnur samt, skilur. Já. Thanos getur farið tótt við Galactus. Í Thanos 2006 þá drepur Thanos Galactus. En þið viljum að Darkseid myndi vinna
hann er bara guð, skilju. En eigum við þá kannski bara sleppa... Já, fuck Darkseid. Já. Nei, þá þurfum við byrjað að offa líka annan karakter. Hvað karakter það? Eða upp á svo þetta sé... Sjátt. Tökum múl út Black Widow eða eitthvað. Nei. Við þurfum að taka... Minn, ef við ekki bara taka út Scarlet Witch? Black Adam, maður. Hann er svo... Nei, Black Adam og Scarlet Witch var í fínt matchup. Já, þeir eru bæði Evansson segja Black Adam myndi vinna. Já, Black Adam er pínur. En málega, við getum ekki allir valið matchupi, því ég vil að matchupi séu líka komið smá aftan að. En þú getur líka bara valið hvað... Ok, en þá veit ég hvað ég ætla að gera. Þá tek ég út Darkseid og ég tek út Black Adam. Já, ég held að það sé mest fair, sko. Fáum skemmtlustu bardagana með að taka þá 2 út, sko. Held samt að Silver Surfer getur Black Adam. Ekki segja þetta. Herðu, ok, við gerum það bara. Ég tók út Black Adam. Já, það var geggja matchup. Já, það er enda verið interesting matchup. Já, en matchupi sem eru eftir, það er bara, þetta er líka meira búið djóki. Já, ok. Förum all in. En veitu, hvað, DC, Marvel fekk hvað mörg stig? Marvel fekk 1, 2, 3... Það er ekki DC sem vann. Jú, örgulega út af Darkseid. Darkseid er náttúrulega bara Darkseid. Já. DC var með fleiri. Hvað var þið með mörg? Nei, þetta er 8 held ég. 8. Já. Vil ég þá taka út einn Marvel? Karakterist. Nei, málega ég ætla bara að hafa, þú veist, eigum við ennþá að ég er ekkert ennþá með jafnt, skilur. Nei. Eða þú veist. Nei, við fyrir bara karakter á móti karakter. Að setja saman eitthvað matchup. Já, bara karakter í karakter. Ég raðaði bara matchup honum eins og það er ástæður ég settið í þessa röð. Ég sagði fyrir hann að væri ekki ástæða. Black Widow á móti Elektra þá, kannski. Ok, ég er spenntur. Ok. Nei, það er ekki ennþá þannig. Ok, shit. Ok. En DC vann þetta. DC vann fyrsta ránd. Já. Nei, það var 8-8. Þetta er 8-8. Shit! En það er gæður. Já, það er awesome. Það er crazy. Það er bíl. Þannig að þetta var einu jafntefli. Snilt. Ok. Ég dýrka það. Ég held að þetta líka sé mjög fair hjá okkur. Ef einhver hefur eitthvað... Ef einhver veit meira en við, endilega sett í kommentakerfið á YouTube og farðu líka inn á Instagram mitt plugg Ice Comics og bara hakkaði í mig, sko. Ég skal endilega taka við kommentum frá okkur og spjalla við okkur þetta. Ok, en ég tók út 2 DC karaktera. Basically, þetta var jafntefli. Ég dýrka það út af því að það er mitt fandom. Já. Þetta er bara, það var ekki planið mitt. En þetta endaði þannig, sem er kannski bömmir, það leiði endur í jafntefli. Ég elska það enda svona. Fannar rána með það. Já. Resti núna er meira svona búið joke. Þetta er smá bara svona bónus í þessu þætti. Bónusránd. Þið vissi ekkert af þessu. Nei. Og við erum bara að leika hvernig aðeins núna. Og suma þessum matchupinu fáruleg. Já. Það er bara að hafa það. Ok. Byrjað þú ekki núna, Fannar? Jú, ég held það. Ok, round 2. Ok. Black Widow vs. Deathstroke. Kemur það yfir hláturinn. Ok, Deathstroke vinnur. Vinnur hláturinn döðas. Ég ætla bara að segja hvernig það vinnur. Þau horfa á hvort annað. Og hún byrjar eitthvað að skokka og meðan Darkseid lappar eitthvað í kring og svo setur hann bara sverðið sitt svona upp og hún einhvern veginn endar bara í því. Þú veist, hann gerir ekki neitt, hann gerir bara þetta, hann bara setur hendina upp á akkurat réttum stað og hún hoppar í það. Hann rústar henni. Allan daginn. Ari, þú ert sammála því? Já, algjörlega. Einhver þetta bæta? Okay. Nei, ég held að... Ok. Þú ert núna næstur, Ari. Já. Elektra vs. Batman. Já, Batman. Þú veist, bara, þetta er mjög svipað bara og Og við erum að tala um það að Elektra getur ekkert eitthvað mindhump að hoppa inn í Batman. Batman hefur staðist miklu verri, þú veist. Já, Batman er með track record, sko, á þessu. Hann er með unyielding mind, bara... Þú þyrftir Charles Xavier, þú þyrftir Anders Charles Xavier og mega level threat og hann kannski, þú veist, hann gæti kannski brotið sig út af því og Charles Xavier þurfti að fara í Cerebro. Já, þú veist, gaurinn er basically bara með svona mind palace eins og hvað heita þættirni með Cucumber? Benedict Cucumber.
Cumberbatch. Já. Þetta er Sherlock. Sherlock, já. Það er basically hugurinn á Batman. Þú veist, þetta er bara impenetrable fortress. Hann er ógeðslega sterkur. Hann er bara unfair sterkur að, þú veist, með það að hann á að vera venjuleg manneski. Hann myndi rústa. Bara sorry. Já. Ok, næstu fight. Þetta var það sama, þú veist, hann myndi svona horfa á lektur, gera eitthvað svona, svo myndi hann bara svona, ég veit ekki, bara svona, hann myndi bara svona, hann er bara Gaurinn er bara með hraðari reaction speed, hann myndi bara taka, þú veist, þú veist, svona Batarang eða eitthvað og bara nekla í hausinn á henni og hún myndi bara fljúa niður, skilur. Ok. Það var ekki contest. Næstu fight. Fann að þú byrja hana. Ok. Tony Stark versus Bullseye. Tony Stark. Hvað er ég að segja? Hvað er fyrirgefn maður? Það er á næstu núna. Þetta er bara, that's how it is. Ok, hvað segir þú? Ég segi Tony Stark, út af því að hvernig á Bullseye að vinna Iron Suit. Bara, þú veist, hvernig á hann að tróða penna inn í eitthvað sem hann getur ekki tróðið pennin í, skilur. Ok, þannig að Tony Stark vinnur þetta, það er þú greinilega saman. Ok, næstu fight. Hver er ekki núna... Ari. Lobo versus The Flash. Viltu taka þetta? Nei, ég ætla að lega að vera að taka þetta. Ari, þú átt að taka þetta? Nei, við höfum að taka Lobo í burtu. Nei, Lobo er skellur. Sko, hann er unfair, hann endar í aðri sæti. Nei, en býtu, Flash, ég ætla að segja Flash. Gæti ekki Flash að lunna? Af því að, ok, þó að Lobo sé sterkur, þá þarfst að hitta hann. Nei, en hann er immortal. Flash getur ekki drepið einhvern sem er immortal. Hann getur það. Þótt að hann getur farið aftur í tíman og eitthvað reyna að stab eitthvað immortal baby. Nei, en hann Flash samt vann dauðan og hann varð dauðin. Já. Þú veist, hann varð dauðin í sinni respectable heim. The feat sem að Flash hefur gert er bara miklu meira og í raun og veru, þú veist, hann hefur runnið, þú veist, það sem hann getur gert, hann getur immobilized Lobo og það er eiginlega ekkert sem Lobo getur gert til þess að þú veist, og líka málega að það sem hann gæti actually gert, því að þá tala bara að kasta hann inn í einhverja vitt. Já, hann gæti actually kasta hann inn í The Speed Force. Ok. Það er heillandi hugmynd. Út af því að Flash er auðvitað. Hann er auðvitað hraðar en Lobo. Allan daginn. Hann getur ekki drepið Lobo. Hvernig sem maður hittir það. En hann gæti immobilisað Lobo einhver staðar, þar sem Lobo kemst hvergi. Það er fair. Sko, líka það að Flash getur hlupið hvar sem er, in any plane of existence. Hann gæti actually bara hlupið með Lobo, þú veist, og það hratt á hann að Lobo gæti actually byrjað að gera eitthvað, gæti hlupið með hann og kasta hann í svarthol. Já. Basically. Já. Það er hugmynd sem ég var að gæla við. Já. Ok. Já, og því að Flash það fljótur hann geti actually farið að hlupið frá svartholunum. Þú vannst mig inn á þitt band, út af því að mér finnst Lobo vera unfair. Þú vilt líka losna við Lobo. Já, ég þoli ekki Lobo, út af því að þetta er bara svona karakter sem bara, þú veist, þú ert bara að skrifa bara hvað sterkur vil ég hafa Lobo. Já, hann ætla bara að gera það. Lobo er farin. Yes. Ok. Bye Lobo. Næsti fight. Ok. Hvað byrjar núna? Fannar? Er það ég? Ég er að ruggla þig. Ég líka. Dr. Octopus versus Dr. Doom. Dr. Doom allan daginn. Bara, þú veist. Dr. Doom bara, þú veist, að klappa. But they're both doctors. Já. Hann bara klappar Dr. Ock, sko. Ari, af hlátunum þínu að dæma, þá er þetta væntanlega sammála. Já. Ok. Dr. Doom rústar Dr. Ock. Ok, það er svona power, það er fljótur að svara. Næsti fight. Svona lightning rounds. Já, þetta er algjör lightning rounds. Já, þetta er meira svona djóki í lókin. Ok. Þetta var líka lightning round hérna. Ari, næsti fight, þú ætti byrjuna. Já. Silver Surfer versus Wonder Woman. Já, Silver Surfer. Er bara no-brainer. Já, ég sko, núna ætla ég sko, ég ætla að fletta yfir á Silver Surfer hérna. Já, Silver Surfer er með hann er með telepathy og soul manipulation. Já, og hann hefur unnið Guði. True. Og það er reynsla þar að baka. Hann hefur unnið Galactus. Já, en hvað er Silver Surfer? Silver Surfer hann er ekki human. Nei, en hann var human. Hann var human. Hann var svona alien á einhverju plánetu sem að Galactus tók yfir. Já. Og breytti honum í hans Herald. Og hann er sorry, var Silver Surfer öflur eða gerði Galactus hann öfla? Nei, Galactus gerði hann öfla. Já, hann gaf honum cosmic powerið, sko. Já. Og við erum að tala um það, sko, að
Já, hann með þetta soul manipulation, hann telepathy, hann hraðar en hún, hann sterkar en hún og hann actually, þó að hún sé með þetta sverð og Lasso of Truth, þá þarftu því miður að ná honum. Já, það rétt, þetta basically, þú veist, Wonder Woman á móti Flash, skilur við, þú veist að Flash að fara að vinna Wonder Woman, sko. Ok, þannig að Wonder Woman tapar móti Silver Surfer. Já, ok. Leiðilegt að segja það. Já. Þá það næsti fight. Mera versus Scarlet Witch. Já. Allan daginn. Það Mera gæti ekki kansur af vatni og hún ákveður bara Witch. no water. Já. Þú veist, það bara hver fljótari og þú veist, ég veit ekki, þú veist, Mera gæti verið fljótari, þú veist, að drekkinni en bara, þú veist, Scarlet Witch fucking öflug og ég held að Scarlet Witch þurfi ekki einu svona orð. En hennar kraftar líka, ef að, þú veist, hún under attack, þá þú veist, hennar kraftar myndu virkjast. Og þú veist, hún með mindbending krafta, svo þú veist, ég held að Mera myndi bara enda með að verða bara einhverju gráu skýi, bara af svona dösti eða eitthvað, skilur. Allt í einu Mera komin í the 50s bara eitthvað, what's going on? Dansa við Vision. Já, dansa við Vision. Scarlet Witch vinnur. Já, ég held að allan daginn, sko. Þetta væri skemmtilegt argument að sjá ef fólk hérna væri duglegt á kommentakerfinu hérna á Bíóblæðri. Ef það einhverjum hardcore nördar eins og Fannar og Ari sem að hlusta á þátt, endilega kommenti. Ok, ég þarf að koma með eitt karakter, ég ætla að setja Black Adam aftur inn í þetta. Ok. Ástæðan fyrir því því að annars fokkast upp. Já, fokkast upp. Ég hrifna því. Ok, næsta round. Black Adam, nei, sorry. Ok, næsta round. Hvað byrjum núna? Það Ari. Já. Deathstroke á móti Batman. Fuck. Shit! Sko. Má ég koma með innskot? Já, þú mátt koma með innskot. Það kanon að Deathstroke búinn að berjast í Batman 3 svar og hann búinn að vinna 2 svar. Ég ætla ekki að segja mér. Ok, þú þurfum að hafa áhrif á hans. Sorry! Nei, ég sko. Á hans skoð. Ok, Deathstroke versus Batman. Sko, þetta er the ultimate matchup, actually. Þetta er the ultimate matchup. Og því að þú myndi ekki finna neina aðra sem eru svona evenly matched og Deathstroke og Batman. Já, og þetta, ég veldi óska einhver myndi búið til góða myndasögumynda og þetta væri bilaður fæn. Búið til myndum þetta. Bara, andurst, það er hægt að búið til 3 myndur þetta. Það sem að Batman myndi aldrei vinna nema bara svona í the end, skilur. Nennið að kasta aftur Affleck sem Batman í þá myndtak. Hann var flottur Batman. Hann var svalast í Batmanin. Asnalegasti skrifaði Batmanin. Já, svalast í búningurinn og svalasti svalasta lúkið. Affleck Allan daginn Batman. Sér svipin aðra. Hann er ekki. Hann Bale maður. Ég svolítið mikið Christian Bale, en ég fíla að Bale Affleck. En Bale að tala svona allan tíman pínu annoying. Já, það er svolítið. Ég vil ekki fá. Ok, höldum okkur efni. Klárum þetta mót. Ok. Þið verða að velja. Ari, þú verða að velja. Þú verða að byrja. Ég ætla að nýta allan tíma sem ég hef til að hugsa. Já, ég ætla bara að segja, þú veist, en þetta er bara ekki út af því, ég veit hverju vinnur. Ég ætla bara að segja þetta út af því að ég, þú veist, bara I'm on the side of good og ég er on the side of Batman og ég vil að Batman vinni, svo ég segi bara Batman. Ég segi Batman. Þú segir Batman. Ég ætla að láta það velja. Ég ætla að vera on the side of evil. Ég ætla að segja Deathstroke. Ok, það sem ég er bara að pæla, svona úrslita atkvæði í þessum fight, ef við gefum okkur það, við erum báður geggjara berjast, báður með Arsenal, báður ógeðslega klárir. Ég er alveg hugsa Brynjunars Deathstroke. Já. Er það ekki sterkari búningur hans Batman? Jú. Gæti það að vera svona deciding factor í... Það geti vel verið. Þetta geti farið í hvaða átt sem er. Og ég ætla líka að koma það framfyrir það er til mynda að það sem Batman sigrar DC heiminn, eitt síns liðs, tekur yfir í jörðina. Og hann er bara með Ring of Power og allt. Það er líka að setja það einnig. Ok, það var meiri áhrif. Gæti verið að þið er ósammála. Þú ætla að halda þig Batman. Þú líka að elska Batman.
Sko, Hefði hann sagt Deathstroke, þá hefði ég sagt Batman, sko. Ég er bara að setja þetta allt á þig. Þetta pressa á mig. You made the show. Já, veitu þið samt hvað ég er að hugsa? Já. Ég er alltaf að elska líka Batman. Já. En ég er bara að hugsa Deathstroke, er hann ekki assassin? Hann er morðingi. Jú, og hann var þjálfaður á hernum frá 16 ára aldri. Og hvenær byrjaði Batman að ferðast? Hann byrjaði ekki að ferðast fyrir svona later stages of, hann er svona einu gæinn sem er svona, ég byrjaði því á 10 skiljur að ferðast eða svona 18. Að þess að ég er aðalega að pæla, að því Batman er ekki svona hardcore morðingi. Jú, hann hefur drepið einhverja, eftir hvað myndu horfur á. Batman drepur ekki. En hann er samt ekki morðingi. Hann drepur bara ekki. Hann vill ekki drepa. Gæti verið að það stoppi. Það gæti verið. Bara smá mental block. Það sé hesitation. En hann er Batman. Batman. You can't argue with that logic. Batman er Batman, sko. Það var eins sem sagði hérna fram með það. Já. Ég var undirbúið þáttinn, eða þess að ég var að labbin. Ég sagði, ég er svo spenntur svo þetta. Nú, hvað erum við að tala um? Ég sagði hvað að tala um. Það var svo, hvað? Batman vinnur allt. Það er alltaf mitt svar þegar einhver spyr mig. Ég segi bara, Batman er meistarinn, Batman vinnur. Geðu Batman nógu mikinn tíma, hann vinnur allt. Sko, ok, ég ætla bara að segja svona finally mitt dæmið. Sterkustu, förum bara up the ladder, ég veit náttúrulega að þetta er það sem ég gera við uppáhaldsóriðunum sínar, en það eru til sterkari Batman in his peak, það sem þróunarnas Batmans, þá endar hann á því að vera einn af the new gods, svo ég segi bara Batman. Batman er líka bara iconic. Batman er Batman. Ok, vitið það, Batman vinnur. Við erum að selja með þetta og ég er líka elskar Batman var dagsett. Ég gerði þetta að vinna móti, hérna mínu eigin móti. Ok, Batman vinnur. Ok, næsta fætt. Ég elska það svona. Ég verður að koma með. Ég vildi hafa smá interesting. Já. Það verður að gera það. Þá þurfum við að hugsa ennþá meira. Ok, fann að þú byrjar. Ok. Tony Stark versus The Flash. The Flash, allan næn. Hann bara fyrir aftur tíma, dreipur Baby Tony. Þetta er bara, þú veist, þetta er bara mitt svar. Þú vilt að senda hann aftur í tíma. Já, þetta er auðveldast að leið í heimi. Tímaflakkar er bara OP as fuck. Ok, næstu fætt. Ari, Dr. Doom versus Silver Surfer. Wow. Sko. Þið voru að hlæja á hann, ég valdi svo lélega gaur á móti. Þetta er eins og Batman, sko. Batman og Deathstroke. Dr. Doom og Silver Surfer, hafa þeir barist í sögunum? Já, þeir hafa klárlega barist. Og munið ekki eftir hvernig það fóra? Nei. Shit. God damn. Oh my god. Hvað er þetta erfið fætt? Já. Ég ætla að fletti yfir á Dr. Doom. Mjög erfið. Er Dr. Doom ekki klárar en Silver Surfer? Má ég googla? Hvað ætlar að googla? Ég ætla bara að googla Silver Surfer. Sjá hvað... Ari ætlar að svindla í þættinu. Nei, ég get það ekki. Nei, það er svindl. Þú ert að koma með bók eins og... Já. En er eitthvað í bókin sem hann hjálpaði núna með þetta? Nei, veit það ekki. Dr. Doom versus Silver Surfer. Dr. Doom er meira iconic og Dr. Doom hefur orðið stærri og ég meina, ég held að Dr. Doom hafi klárlega unni eitthvað tímann Silver Surfer. Ég meina, Dr. Doom vann Galactus. Dr. Doom hefur unnið Thanos. Dr. Doom hefur andurs tekið yfir the universe. Hann fekk högg frá Infinity Gauntlet. Og lifið af. Já. Þú veist, ég ætla samt að segja að ef þið lesið Thanos 2006 þá er Black Surfer sem er basically Silver Surfer og þar er hann að vílda hamar Thors á móti Thanos. Oh my god. Og Thanos er bara eitthvað að klappa hann saman, sko. Svo að þú veist, þetta gæti verið helviti jafnt, sko. Já. En hvað segir svona eitthvað innsæ? Ég ætla að leyfa þér að svara fyrst á hann, ég svara. Það var það ég sem átti að gera. Oh my god. Ari, Dr. Doom eða Silver Surfer. Það var leiðið mér á hann. Ég setti svo lélega gaur á móti. Núna þá eru þið bara slást. Þetta er insane. Þetta er svo vildir. Þetta er bara eitt svo harðast í bardagi ever, sko. Þetta er líka bara... Þetta var í geðveikt að horfa á. Plánettur eru að springa hérna í þessum bardaga. Bara kosmos og ræðilega. En er ekki Silver Surfer miklu fljótara en Dr. Doom? Myndi hann ekki bara fljúga í gegnum? Dr. Doom er með force field. Kemst Silver Surfer í gegnum force fieldinast Dr. Doom og Dr. Doom er líka með Magic og hann stjórnar líka róbótum á drasli. Hann er með eitthvað svona... Hann má ekki kalla það á? Synthetic. Nei, hann getur ekki kallað það á. Nei. Þetta er one versus one. Einn af þeim. Þú veist, Gaurin er búin að neita Godhood oftar en einu sinni.
þú veist, og bara, þú veist, Brynjan hans sjálf, þú veist, sem hann með, án þess að vera með hérna síldin sinn, tekur höggi af Thanos. Ari getur ekki svara. Ég bara, hugsa svo mörg. Þetta insane. Silver Surfer líka ekkit eitthvað lamba að leika sér þið, sko. Nei. Silver Surfer infinitely fljótari. Og hann með Soul Manipulation, Silver Surfer. En svo það náttúrulega það, En hugurinn á Dr. Doom er svo sterkur að hann er sko þrefald sterkar en þú veist hvað sem Batman getur konjúraði og hann, þú veist, Dr. Doom hann bara, Professor X á ekkert sensi að komast inn í Dr. Doom. Það hefur enginn komist inn í haus Dr. Doom. Enginn. Ekki einu sem Professor X? Nei, það hefur enginn komist inn í hann. Hann myndi þurfa svona million cerebros svo að, þetta Soul Manipulation á Silver Surfer er bara null and void. Það er bara spurning hvort að félagið minn með hliðin á mér sé tilbúin að svara. Ég vil segja Dr. Doom. Dr. Doom? Það er mitt svar líka. Mitt svar er Dr. Doom. Þá höldu okkur það. Hann myndi vinna Silver Surfer. Þetta væri samt fáránlega jafnt. Og þú veist, og ef einhver segir að Silver Surfer geti klappað Dr. Doom og hann kommentar í kommentakerfið hjá okkur þá skal ég taka því öllu gildu. En bara Dr. Doom er fucking Dr. Doom og hann er svalar en allt og hann er fucking OP. Dr. Doom vinnur. Hann vinnur. Ok. Yes. Síðasti fætin í þessu rondi. Ok. Þú svarar núna fyrst hannar. Black Adam versus Scarlet Witch. Wow, ok. Sko, Black Adam er basically pínu nerfaður Superman. Svo hann er með super speed, hann er með mortality, hann er með allt þetta. Eitthvað galdra líka, ekki? Jú. Eitthvað og hann er með resistance af göldrum. En Scarlet Witch er bara crazy OP líka. Ok. Spurningin er Black Adam nóg hraðskreiður til að drepa Scarlet Witch áður en Scarlet Witch gerir eitthvað? Það er mín spurning. Er það samt ekki? Mér finnst það, sko. En ef Scarlet Witch er með eitthvað force field eða eitthvað, ef hún fær að detta inn í þessa gráa concrete fighting zone með, þú veist, varnir, þá á Black Adam ekki sjens, held ég. Ef hún er tilbúin. Já. Það er bara spurning, hver mikið tilbúin viljum við hafa hana þegar hún dettur hún inn með Black Adam? Það er bara spurning, já, ég meina... Ég held að allir detti hann inn vitandi þegar að fara í fight. Já, þeim er alltaf að vita það. Kartin að vita það. Svo að þú veist, hún hlýtur að vera með varnir upp þegar áður en að fightin byrjar. Alveg eins og Dr. Octopus er tilbúin að vippa upp steinum og Dr. Freeze er tilbúin að skjóta. Og þeir vita á móti hvernig það er að byrja. Scarlet Witch tekur Black Adam. Sorry. En hvernig vinnur hann? Sko, Black Adam náttúrulega byrjar bara full force, bara high speed attacka á hana, þú veist. Hún með force field, hann kemst ekki í gegn út af því að hún er fucking mind-bendingly powerful, þú veist. Og svo segir hún bara Black Adam og hann bara hverfur. Og föður hann bara? Já, gauðin bara föðrar upp í bara eitthvað svona duftski. Hann gæti, já, ég held að hún gæti klárlega fuck that. Hún segir Black Adam, you're my slave. Já. Hún tekur inn á sitt fucking vald. Fuck að láta hann hverfa. Hún getur nýtt sér Black Adam. Er þetta sammála því? Já, ég er eiginlega svolítið sammála því. Scarlet Witch vinnur Black Adam? Ég ætla að fara að segja Scarlet Witch, sko. Það væri líka svo geðveitt cool. Sorry, ég er komin í writer's mode. Ég veit það. Þetta er svo skemmtilegt matcha. Hún lætur síðan Black Adam segja sér setur á hann kugl og hún er alltaf með eitthvað svona gamlan mann eitthvað elta sig á meðan hún er að sigra heimi. Það er svo fucking cool. Býtið þrælun. Já, og svo bara pointar hún bara þegar Superman eitthvað kemur. Svo kemur bara Black Adam, bara eitthvað svona gamall freyr kall og það spila bara Shazam! Svo bara, boom, poppar upp bara einhver Black Adam bara, þú veist, fyrir framan hana og hún bara eitthvað ha 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 ha. Ok, Scarlet Witch. Já, hún er svona einmitt svona, hún er bara force in and of herself. Hún er svona eins og bara, veit, eitthvað svona... Akkur tóku ekki hana út bara þegar þau tóku Darkseid? Það er eitthvað spurning. Mér langar að sjá match-up en svo lengt því þannig, ég held að hún Scarlet Witch er samt ekki nógu sterk magically að segja á móti hún Dr. Doom. Og líka, mér hlakka til að ef hún enda með Flash þá fá að heyra mjög skemmtilega tilvísin hjá þér. Ok, næsta. Ef að fara að klára þetta bara. Mér líður bara eins og ég sé einhver ammali, þetta er bara bárlega gaman. Ég er bara að fá pakka og pakka bara. Þetta er semi-fínaldin, það ekki? Hversu er þetta? Jú, það er bara 2 fættir eftir, svo bara úrslitafættir. Shit.
Oh my god. Ok. Já. Byrjað þú núnari? Já, Ari byrjun. Já. Batman Já. versus The Flash. Já, ok. Sko. Það til... Þú hikar. Já, ég hikar smá. Come on, please. Segðu það sem ég langar að vita. Sko, ég meina... Sko, ég er alltaf verðilega að segja The Flash, skilurðu. Já. Það er út af því að náttúrulega, við erum bara búin að that's how we go. En ég ætla samt bara að segja, að Batman, einmitt, eins og hann vinur minn Fannar, sagði, að Batman hefur tekið DC universe og hann er með contingency plans á móti The Flash, alveg mörg. Hvað getur hann gert The Flash? En hann þarf að preppa. Batman þarf alltaf prep. Það þarf prep time. Þú getur ekki bara dömpað hann múni bara Shark Tank og bara ætlast til þess að hann getur bara eitthvað að byrja að synda með þeim. Það er, það bara fyndi, það er vel bara svolítið svona fyndi mím, bara Batman plus prep time equals God. Já, ég skil. Af því að hann myndi kannski ekki fá almenna prep tíma fyrir þetta. Nei, en það er bara Flash. Já, Flash. Sammála því, Fannar? Alveg 100%. Ég er svo ánægður og valdir þetta svo. Yes! Það var engin önnur, það var ekki engin önnur valkostur, bara... Hann fer í finals, og það er Flash verður að fara í finals. Hann er super powered. Já. Hann er bara maður. Hann er time traveler. Hann getur ekkert fokkað í time traveler. Hann er líka svo miklu meira heldur en bara time traveler líka. Fannar tala svo mikið um time traveler. Drepa baby Batman. Já! Þetta er bara mest OP unfair power í heimi og ég vil mýma það í drast. Næstu fight. Ok. Fannar. Dr. Doom, Scarlet Witch. Þetta er jóladagur. Þú veist, þetta er bara jóladagur. Ég er 10 ára, ég er að vakna og ég má opna eina gjöf í jólatrín og ég fæ að velja hvaða gjöf það er. Þú valdi stærsta pakkan? Já, ég valdi stærsta pakkan. Þetta er bara shit. Þetta er fight for a lifetime, sko. Fight for a lifetime. Scarlet Witch er basically guð, en Dr. Doom er búinn að neita guðatölu oftar en einu sinni. Ég er alltaf að segja oftar en einu sinni. Ok. Og bara, þú veist, hver er öflugri? Það er málið. Hann er sorcerer líka. Já. Voru ekki bara að segja að hann er bara nálægt Doctor Strange? Hann er nálægt Doctor Strange. En Scarlet Witch er líka nálægt Doctor Strange. Dr. Doom er nummer 2, sko. Þú veist, hann er talverð nummer 2, en hann hefur ekki breytt heiminum eins og Scarlet Witch hefur breytt honum. Hvað, Dr. Doom? Já. Hann hefur ekki breytt heiminum eins og Scarlet Witch. Já, þú veist, breytt tímalínni og bara, þú veist, mindbendað fólk og þú veist, bara búið til nýjan reality. Þú veist. Þannig að Scarlet Witch er öflugri. Ég vil segja að Scarlet Witch taki það, en þetta er já, þetta getur farið á hvaða vegu sem er. Ég ætla að vera sammála. Nei, ósammála. Þú ert ósammála? Já. Þú ert að Dr. Doom myndi vinnuna? Og ég vil að debate... Ég skil það 100%. Ég vil að debate með það smá. Af hverju heldur að Dr. Doom myndi vinna? Ok, í blaðinu það sem að hún Scarlet Witch segir sér sett No More Mutants. Já. Er það House of M, Dóti? Já, ég held það. Minni það líka. Í því blaði, sá sem vinnur hana er Doctor Strange. Já. Hann var sá sem að náði að... Dr. Doom hefur unnið Doctor Strange. Dr. Doom hefur unnið Doctor Strange. Já. En nú erum við að segja, bara við erum með, tökum bara kraftin hennar svona bit by bit. Ok, hún getur basically, warpað reality. Já. Það hefur verið tími það sem að en svo er líka... Þetta er erfitt. Já, en svo erum við samt að líka að segja, við getum, því að Dr. Doom, base level Dr. Doom, tapar á móti Scarlet Witch. Já. Og því að Dr. Doom, það sem er svo gott og Dr. Doom, hann hefur endless potential. Hann hefur endless potential og með sínu intellect og með sínum base kraftum hefur hann náð þú veist, stað í heiminum sínum in his respectable universe sem bara ultimate being. Satt. Og hann hefur oftar en einu sinni verið meðal þeirra sem að stjórnar heiminum, skilur við, og ræður ríkjum yfir öllu. Svo ég er bara svona að pæla því, í raun og veru er þetta líka svona smá, hvort viltu hafa, hversu OP viltu hafa hann, Dr. Og líka bara, þú veist, hver er meiri uppáldi það? Já, hver er meiri uppáldi? Já, er það jafnt? Já. Mér finnst það, sko, þú veist. Já, same. Þú veist, ég get sagt Scarlet Witch með hún fannar og ég get líka sagt Já, eða lefa þér að
að velja, sko. Ég ætla að segja Dr. Doom. Ok, ég er hrifin af því. Út af því að næsta svar verður geðveikt áhugavert hjá mér, alveg bullandi. Segjum að Dr. Doom vinna hana. Já. Hann er líka Dr. Doom. Fuck já. Úrslitafætin. Úrslitafætin. The Flash versus Dr. Doom. Og þú átt að byrja hann, eða ekki? Er það ég? Ok, ég er búin að vera spenntur að svara þessu. Dr. Doom á ekki séns. Ekki? Ekki séns. Það er það að tala bara, allar að koma aftur með að fyrir bara... Já, allar því. Þetta var ég svo spennt. Flakar tíma. Ég er bara að hamra á þessu svari. Þú bara fokkar ekki tímaflakara. Það er bara ekki hægt. Þú veist, hann fer bara alltaf aftur í tíman áður en að Dr. Doom getur gert eitthvað og drepur hann. Sko, ég sé eftir að vali flest. Ég fatt að hann líka getur farið aftur í tíman og eitthvað. En svo samt líka, þú veist, ef Dr. Doom kastar einhver í hann, hann bara feysar sig út úr öllu. Hann bara feysar sig gegnum allt force. En hann getur örgulega ekki feysað sig gegnum magic. Það er klart að hann getur definitely ekki feysað sig gegnum eitthvað magic. En hann er örgulega nóg hraður til að fara í gegnum skjöldin, þú veist. Hraðan má feysa. En er ekki Dr. Doom með eitthvað sem þú ert að tala um? Hann er með eitthvað force field. Hann er með force field, sko. Kæmist hann í gegnum það? Flash? Mér finnst það, út af því að hann er svo hraður, sko, að þú veist, út af því að það þarf að, ég er náttúrulega núna bara að fara í bullshit, nerd, facts. En force fieldi þarf alltaf að vera með reaction time fyrir einhverju, skilur við. Þú veist. Svo hann hlýtur að vera hraðar en reaction timeið á force fieldinu. Já. Þú veist, Flash er Flash. Hann hljópi burti frá dauðanum. Þú veist. Ert þú sammála, Ari? Ég elska Flash og ég er sammála, sko. Sko, þegar ég skrifaði ég er líka samt að reyna að vera smá devil's advocate hérna og reyna að finna, þú veist, hvað Doom getur gert? Já, en ég er að pæla, hefur Doom einhvern tímann farið aftur í Doom getur teleporta? Já, hann getur teleporta. Ég er með skemmtilega spurningu. En hann einmitt getur ekki, þú veist, hans reaction time er bara, þú veist, það er bara með það, þú veist, að leið og hittir Flash, þá er lífið þitt búið. Já. Þú veist, og málið er líka, hver helst það myndi vinna þegar þú byrjaðir að skrifa listan? Flash. Ég líka. Ekki nema... Ekki Darkseid. Já, þú veist, ef við myndum taka hann út, þá hugsaði ég bara, þú veist, Flash myndir örugglega vinna flest alla hérna, út af því að hann getur fara aftur í tíman og hann er fljótar en allir aðrir. Já. Og Superman er ekki á listanum, svo að, þú veist, það er einu gæði sem kansalar hann út. Hugsaði þú það líka þegar þú kíkt á listan? Þegar ég leit á listan, þá var það bara Flash og Darkseid, skilur við. Og það eru sumir gæðir sem eru bara, þú veist... Og eini gaurinn sem ætti contest við Flash var kannski Wolverine, út af því að hann er immortal og Lobo, þú veist, það er svo fegin að þeir duttu út. Út af því að Flash getur ekki fara aftur í tíman og drepið þá, sko. Já. En það er mitt, þú veist... En þá dast þú aftur inn í að hann getur bara dömpað hann onni Black Hole. En ok, ef við tökum burt þá, hann getur fara aftur í tíman, segjum hann þurfi bara að berjast við Doom. Já, bara ekki drepa hann þegar hann var lítill eða eitthvað. Face to Baby face. Doom. Já, face to face. Vil ég samt meina ég að það snöggur, þú veist, hann getur bara feysað sig í gegnum eitthvað og hann kemst úr gegnum force-fieldið. Já, þú veist, allt sem Doom myndi kasta á hann bara fær í gegnum hann, finnst mér, og bara sorry, sko. En þá er ég að spyrja ykkur, að því að Flash er svona svakar öflugur, ef Flash er frá að vinna þessa keppni, hans óvinir í bókunum, eiga þeir eitthvað séns? Nei. Er það ekki bóðið ekki nema bara anti-Flash, sko? Já, eða einmitt, The Anti-Flash, eða, einmitt, og Superman, þú veist. Já. En já, það er alltaf ekki villan. Nei. Ég er að tala um vondukallina hans. Já. Eiga eitthvað séns? Eiga eitthvað séns. Nei, engan séns. En það er alltaf svona skemmtilegt að, ég meina, þú veist, þetta er náttúrulega, þú veist, Flash er gerður, þú veist, á tíma, það sem að, þú veist, hann er búin að vera gerður það það öflugur. Þetta er það sem ég, sko, ef við erum að tala núna, ef við tökum núna bara DC á móti Marvel, þegar við erum bara hann DC vs. Marvel þætti, hvað er skemmtilegra? Marvel er skemmtilegra, með sögunu sínum. Út af því karakterinn þeir eru miklu meiri flaws, þú veist. Já, svona mennskari. Já, og kraftarnir, allir kraftarnir eru með check. En ok, ekki allir, en mjög mikið af þeim, sko. En DC náttúrulega er með bestu hasblónu, það er Batman, en besta óreitjan er náttúrulega í DC heiminum, en bestu blöðin eru í Marvel. Já. En þá er ég að spyrja ykkur, ef við færum bara, ok, Flash vinnur þetta bara, hann er sigurinn. Ok, Flash. En bara svona alveg lokin, að þetta er DC vs. Marvel. Já. Segjum að yrði bara eitthvað svona massífur fight.
milli þeirra alheima. Já. Það myndi bara alheimurinn bara ekki vera til lengur því miður. En það þurfti einn alheimur að vera uppi, segir þú? Já, bara... Ég held að DC myndi taka... Ok, tökum bara, þetta bara, það myndi hittast hlutlaust svæði og það var bara, og þú myndi bara teleporta, segjum bara topp 30 eða 50 karakter á DC og topp 50 hjá Marvel. Já. Sko, Marvel... Ég segi DC er eftir Marvel, svo þeir eru alltaf að one-upa Marvel. Er DC ekki alltaf undan Marvel? Meðan það er alltaf þessar karakter? Nei, sko, þeir voru undan með Superman. Þú veist, þannig byrjar þetta. Líka undan með Flash og eitthvað svona. Já, og svo kemur Marvel. Og svo byrjar Marvel eins og með X-Men og allt þetta. Og Spider-Man og Marvel kemur með, þú veist, sitt eigi twist á þetta. Hulk. Þú veist, karaktera sem eru miklu meira flawed heldur en karakterinn í DC. Þetta er bara guðir, margir aðeins í DC. Já, og svo byrjar DC bara, ok, fuck, Marvel er eitthvað þykist eru betri en við. Svo, þú veist, þeir náttúrulega bara one-upa alla karakterina sína. Þú veist, eins og hérna, Deadpool hjá Marvel til dæmis er mjög flott. Þú veist, hann er ástfanginn á dauðanum og þú veist, hann er samt Master Tactician. Hver er Deadpool? Já. Hann er ástfanginn á dauðanum? Já. Hann og Thanos. Þeir eru að keppa ástöðans. Það er sami. Já. Og hérna, þessna fannst mér svo cool í Deadpool myndinni að þeir basically persónu gerði dauðan sem kærustunars þegar hún dó. Ég fóði dyrka, það er svo mikið óður fyrir myndasögurnar. Ég er bara, þú veist, svona litli hlutinir, bara svona lítið krydd ofan á myndina sem gerir hann svo góða, sko. Ok, þannig að eitthvað veist skemmtilegri sögur í Marvel. Persónulega, þú veist, fyrir utan, þú veist, Batman og ég er endur ekki mikill Flash-fan, en Flash er bara powerhouse. Ég er heldur ekki Flash-fan í, sko... Mér finnst þetta fantasíriðna fína, sko. Já. Og mér finnst ekki skemmtilegt að lesa Flash-blöðin, en þetta er svo eitt af uppáhaldsblöðin mínum er Flashpoint Paradox, sem er geðvikt, ógeðslega gott blað, ógeðslega góð sería, en flest allar góðu eru í Marvel, þú veist, það er hérna X-Men, þú veist, First Class, X-Men First Class blöðin, þú veist, geggið. Svo er þetta allt skrifað, sko, karakterin eru flawed, en Flash er ekkert flawed, eða Superman heldur. Þetta er bara svona supreme best beings, bara besta versionið. Mér finnst líka mitt og svo vandamáli hjá þeim er ekki meira svona, þú veist, Barry Allen hefur átt sín eitthvað svona, þú veist, átt eitthvað svona hardships en ekkert á, þú veist, á sama leveli og Marvel. En svo erum við líka svona að gleyma að í DC er Dr. Manhattan. Svo Dr. Manhattan... Ég ætla að spyrja ykkur því að. Hafið við alla? Já. Er það ekki? Dr. Manhattan er svona one of those guys hann býr bara fyrir utan þeirra respectable universe. Hann er bara Guð. Hann er Guðin. Já, þess vegna er ekki með hann í einhvern, líka, hvað komið unni fætt, hann eða Superman, þetta er alltaf ekki fætt. Nei, sorry. Þeim er ekki til slás. Þetta er bara... Þess vegna er ekki með. Ok, loka spurning. Sjúklega skemmtilega. Þetta er svo gaman, sko. Sorry fyrir alla sem er búin að... Þetta er líka besta leiðin til þess að kynnast einhverjum nýjum manni. Og bara fyrir ekki allir sem hlusta bara þvæluna í mig, bara, þú veist, í turbomót, sko. Þú veist. Ok, lokaspurning. Alveg lokaspurning. Ég held ég veit í svari, samt að spyrja. DC vs. Marvel. Justice League vs. Avengers. Justice League á mótið Avengers. Justice League vinnur. Það er bara Superman. Ég var búinn að segja þér. Þú veist, einu sem þetta gerir er að planta Superman í einum þarna bara. Og hann bara eitthvað, hey, don't. Þú veist. Já, ég veit Flash gæti tekið Marvel. Hafið ekki séð senuna með hérna, það er einhver sena í hérna, hvað heitir þáttserien? Bad Boys eða eitthvað. Nei, Þetta er The Boys? Já, The Boys. Það sem að, þú veist, hérna, gaurinn flýgur. Homelander. Já, Homelander flýgur og lendir, þú veist, á einhverju svæði og það svona horfir yfir svæði og gerir bara svona með laseraugun, bara svona, horfir bara yfir svæði og drepur alla. Það er literally það sem Superman gerir við Avengers. Hann bara flýgur, plantar sér og svo bara horfir hann svona. En ég meina Hítu sem fyrir ekkert í gennum Thor. Eða Hulk. Nei, hann myndi örgulega svona... Hann myndi skaða og svo bara, þú veist, þegar þeir eru niðri, bara eitthvað... Hann myndi drepa strax Iron Man, sko. Hawkeye. En það er einn gæi sem gæti staðist, hvað er blow to blow við hann Superman? Marvel-karakter? Já, það er Sentry. Já. Og Sentry er basically Superman Marvel heimsins.
Sentry fucking öflugur, sko. Já. Alveg bara bilaslega öflugur. En Superman inn í end náttúrulega hefur gert miklu sterkara hluti. Eina leiðin til að klappa Superman bara, að hacksa og vera með Kryptonite. Kaupa sér bara Kryptonite suit og bara jakkafutt bara eitthvað og byrja sér bara að buffa hann í boxmatchi, sko. Okay. Það eina leiðin til að vinna hann, sko. Þannig að þó að Flash hafi unnið þetta, þá Superman bestur. Þið viljum meina það? Ég hata Superman, maður. Af hverju? Hann svo leiðileg. Þetta bara perfect version af öllu. Já, hann það er það sem ég... En ég ætla að gefa því að þegar þeir fara úr rammanum úr því sem Superman á að vera og gera Superman það sem á ekki að vera, þess að maður verður vondur. Eins og Red Son eða eitthvað. Það svo gaman. Já. Það gaman að lesa. Þá dyrka ég Superman. En ég vil ekki enda þetta á að segja að þú hatar. Nei, ég hata ekki, það hata svo stertar. Sorry, Þú dækir hefur hann. Superman faðir ofurheitina. Já. Ég meina, þetta fyrst ofurheit. Þetta fyrst ofurheit, hann á sitt kreditu. Já, og hann á náttúrulega klálega bestur, en ég svo líka svo mikið þannig að ég... Bara leiðilug karakter. Já, mér finnst hann verið leiðilug karakter, já. Ok, loka spurning. Já. Ef þið fengið að velja að horfa eina mynd í kvöld. Já. Og leiðum mér að klára valkostuna á þetta svari. Nýju Spider-Man myndina eða nýju Batman myndina. Þið getur fengið að sjá hana eftir. Hvort myndið við vilja sjá? Þetta svo auðvelt svar, maður. Nýju Spider-Man myndina, allan daginn. Ég hinum með. Nýju Batman. Ég mikið meiri Batman en Spider-Man. Þeir eru búin að buffa Batman svo mikið í þessu myndaheimi. DC bara, sorry DC. Ég með maður, track recordið. Já. Bara, þú horfir bara track recordið hjá DC, bara yfir höfuð. Það svo léleg. En ef ég vel Spider-Man, ég veit að ég að fá góða skemmtum. Ég veit að ég verð ekki disappointaður. En maður komið með smá Marvel fatigue? Eins og ég sagði þegar við hittum. En ég líka með Batman fatigue. Já. Ok, Ari, hvað þú segja? Eins og ég sagði eins og ég sagði til að byrja með, ég spurði ykkur næst í byrjun árið við byrjum að taka upp þáttinn. Ég spurði ykkur bara hvort þið væri spennt fyrir Shang-Chi. Ég sé spenntastur af, ég er ekkert brjálasta spenntur, en ég held samt ég sé spenntastur af okkur þreymur. Örugglega. Ég er alveg svona martial arts fanatic, sko. Ég elska þannig myndir. Og þetta er fyrsta svona Marvel-myndir sem er þannig. Það sem ég er búin að sjá úr henni, þú veist, ég horfði á þann trailer ég horfði á hann eitthvað ringi og eitthvað. Já, en mér finnst líka bara svona það sem Marvel gerir stundum og það sem ég finnst ótrúlega leðilegt með Marvel að stundum til þess að byggja upp karakter þurfa að taka á aðra karakter og setja á niður. Hvað er það með eitthvað dæmi? Ég bara einhvern veginn, veit ekki, fór ógeðslega mikið í mig. Eitthvað. Það þessum trailer? Í trailerinu sem ég horfði á. Eitthvað, the 10 rings are the most powerful weapon in our known universe. Ég bara svona, nei. Það er ekki satt. Já, þú meina að Infinity Gauntlet er... Ég bara Hamarnar Stórs og veistu bara, en það kom líka mynd af Hamarnar Stórs og ég bara svona, og marketingi dæmið við þessa mynd og þú veist, ég fekk sama dæmi með Wonder Woman, sorry Captain Marvel, Scarlett Johansson ætlaði að segja. Nú er það öruglega. Nei, sorry. Scarlett Johansson leikur ekki Captain Marvel. Ég fekk sama dæmi við Black Widow og líka Captain Marvel myndinni. Þetta eru svona standalone myndir, svona origin sögur og mér vits bara ekki mitt þú veist, þú veist, ég vil bara, já, ég er ekki spenntur. Ég sammála, eins og annað dæmi, Black Widow programmið átti að vera the most powerful assassin program eða eitthvað. Það er miklu fleiri harðari programmið en Black Widow programmið. Getum bara, þú veist, nefnt sem dæmi Hydra. Já. Þú veist. Ok, við getum talað endalist frákar. Já, við getum talað endalist. Þetta var ógeðslega skemmtilegt. Já, það var geggja. Bara takk hérlega að koma. Takk hérlega fyrir mig. Takk fyrir mig. Takk fyrir að setja okkur saman. Já, bara gaman að hitta þig. Þetta var geggja. Bara þá getur næst frákar. Já, takk hérlega.